Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsýslu hér í sal. Ég býð ykkur velkomin til 258. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Hér á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði og Seigjan settan. Hér á dagskrá í dag eru fundagerðir bæjarráðs númer 589 og 590, hafnarstjórnar númer 206, eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 219 og 220, landbúnaðarnefndar númer 20, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 7 og safnanefndar númer 4. Jafnframt hér undir liðnum almenn mál, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019-2022, síðari umræða fjárhags- og starfsáætlanir Fjarðabyggðar og stofnana, gjaldskrá fasteignagjalda, tillaga álagningu fasteignagjalda og viðmiðun afslátt fasteignagjalda fyrir 11 örorkulífeyrisþega, útsvarsprósentan 11. mál, deiliskipulag urðabotna, viðbragðsáætlun Fjarðabyggðar vegna mengunar og tillaga breytingum á reglum ferðakostnað starfsmanna. Ég vil byrja á því hér, þegar þessi dagskrá hefur hann lesið, að óska eftir bæjarfulltrúar og ansvar að fá að taka inn á fundi með afbrigðum fundagerð hafnarstjórnar númer 207 frá fundi hennar í gær. Eins og ég hef rætt við bæjarfulltrúar þá tel ég eðlilegt að hún komi hér til umræðu atkvæðis í dag þar sem í henni bókun sem snýr að fjárhagsáætlun og hún sé þá hér til umfjöllunar samhliða þessari síðari umræðu eða í tengslu við hana. Hreyfir einhvern andmæli við því? Svo ekki, þá hún tekin á dagskrá. Hins vegar ég óska eftir því að fá að líkt og á síðasta líkt á við fyrrum umræðu fjárhagsáætlunar að breyta aðeins uppröðun. Dagskráin raðast automatískt upp að fyrst koma fundagerðir og síðan fjárhagsáætlun. Við höfum haft það fyrir síð að taka fjárhagsáætlun umræðuna fyrst á dagskrá af því að henni tengdur hér fjármálastjóri og fleiri sem til svara, fjármálastjóri hér til svara líka ef eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða við hann. Þannig að við ljúkum þeim lið og förum svo í fundagerðir nefndan á eftir. Hreyfir einhver andmæli við því þessari breytingu líkt og verið hefur. Svo ekki. Þá byrjum við og færum 9. lið og gerum hann að fyrsta lið. Öðru leyti tökum við fundagerðir nefnda og ráða saman til umræðu atkvæðagreiðslu þar sem eru 2 fundagerðir og verið hefur. Og hefjum hér þá síðari umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2019 og 3 ára áætlunina 2020-2022 auk starfsáætlunar og fyrstur bæjarstjóri sem mun nú mæla fyrir fjárhagsáætlun til síðari umræðu. Gerðu svo vel, Karl Óttar. Virðulegur forseti, háttvirtir bæjarfulltrúar, forstöðumaður stjórnsýslu. Nú, tillaga fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2020-2022 hér með lagð fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Tillagan nær nú í fyrsta sinn til sameinaðs sveitarfélags með Breiðdalshrepp, Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur sameinuðust formlega þann 1. júní 2018 í eitt sveitarfélag undir nafni Fjarðabyggðar og fjárhagslegur samruni átti sér stað 1. júlí 2018. Milli umræðina hafa verið á fjárhagsáætlun árana 2019-2022 hefur farið yfir ýmsa þætti í fjárhagsáætlunni. Nú liggur fyrir áætlun jöfnunarsjóðs sveitarfélögum framlag árin 2019 ásamt áhrifum sem Hagstofa Íslands hefur gefið út í þjóðhagsspá á vetri. Nú áhrif á þessum 2 þáttum og öðrum minni breytingum að sjá í tillögunni. Nú ég ætla aðeins að fá að fara yfir þessar breytingar sem eru helstar að framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hækka nokkuð frá fyrri áætlunum í A-hlutanum. Nú bætt hefur verið við 30% stöðugildi í félagsmiðstöðinni Prísund í Breiðdal þar sem að stöðuhlutfall í félagsmiðstöðina Sveskjun og Reyðarfirði hækkað úr 80% í 100%. Íþróttastyrkir til íþróttafélaga hafa verið hækkaðar 1 milljón, framlag til brunavarna áætlunar slökkviliðsins hækkað 4 milljónir, auk þess sem framlag til sköpunarmiðstöðinnar hækkað úr 2 milljónum í 5 milljónir. Samtals hefur þetta áhrif og rekstrakostnað í A-hluta tæpar 11 milljónir. Nú bætt hefur verið í 15 milljón krónum í fjárfestingar vegna tækjamiðstöðarinnar vegna kaupum á nýrri slökkvibifreið. Slökkvibifreið þessi keypt með stuðningi frá Vegagerðinni og voru ákveðin og samþykkt fyrr á árinu en gleymst hafa að gera ráð fyrir þeim við áætlunargerðina við fyrri umræðu. Nú, þess ég nefndi áðan áhrif nýrra þjóðhagsspá á Hagstofu Íslands
þá var búið að gera ráð fyrir verðlagshækkun upp á 2,9% en búið að færa inn í áætlunum núna 3,6% í samræmi við þjóðhagsspána. Þetta þýðir að tekjur í Fjarðabyggðar í A-hluta á samstæðu hækka vegna aukinna framlaga í jöfnunarsjóðs 115 milljónir árið 2019 og 89 milljónir á árunum 2020 til 2021 frá því sem framkom í fyrri áætlun. Nú með auknum tekjum á móti rekstrakostnaði og breytingum af fjárfestingum var fyrirhuguð lántaka upp á 210 milljónir en lækkar í 110 milljónir. Nú þið getið séð töflu lántökur á blaðsíðu 9 í fjárhagsáætluninni. Þessar lántökur snúa fyrst að því að viðhalda góðu sjóðstreymi reikningsins til þess að halda þá sjóðstreyminu ykkur í 300 milljónum yfir árið, þannig ekki þurfa að koma til yfirdráttar eða annars slíks. Nú, fjármagnsliði verða 28 milljónum króna hærri út af þessari hækkun á verðlagsþróun. Það náttúrulega hefur óverulega áhrif á sjóðstreymið okkar þar sem það þá hækkun á lánunum til framtíðar eins og við öll þekkjum á okkar eigin lánum eða þeir sem hafa og verðtryggð lán. Rekstrarniðurstaða í A-hluta batnar 88 milljónir á árinu 2019 og 95 milljónir í samstæðan í heild. Rekstrarafgangur A-hluta fer úr 165 milljónum í 254 milljónir og samstæðan hækkar úr 455 milljónum í 530 milljónir króna sem mjög góður rekstrarafgangur af sjónum. Þetta þýðir líka það að skuldir lækka 73 milljónir og verða rétt rúmir 9 milljarðar. Vegna minni lántöku á móti hærri verðlagsspá og auknum tekjum áætlað að skuldaviðmið Fjarðabyggðar verði 97% í árslok 2019. Þannig að ég tel að við séum að skila hér góðum fjárhagsáætlunum. Fleira var það nú ekki. Þakka fyrir Karl. Þá hafin síðar umræðan fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana og ásamt starfsáætlun og leiður í opnum mæli skóðskættir að fá máls og bæjarfulltrúar hafa verið að biðja orðið og ég tek á hér upp þeirri röð sem komin og vill þá leið og ég þakka bæjarstjóra fyrir að mæla hér fyrir þessa fjárhagsáætlun sem hefur verið nú unnið að og hér lögð fram eins og áður sagði til síðar umræðu og samþykktar í dag. Fá að byrja mál mitt á því að lesa upp bókun og biðjum að henni sé dreift leið. Þannig að hún sé hér til umræðu þó að hún náttúrulega taki mið af því að hún sé lögð fram í lok fjárhagsáætlunar eða við lok umræðunar að þá finnst mér að hún sé hér undir núna þegar að mælendaskrá opin. Þetta bókun frá Framsóknarflokki og Fjarðalista við síðar umræðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019. Nú þegar síðar umræða fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 lokið, þá vilja bæjarfulltrúar og Framsóknarflokks og Fjarðalista lýsa ánægju sinni með niðurstöðu áætlunarinnar. Leið og aukið við fjármagn í málaflokka félags- og fræðslumála til að styðja við öldrun og barnaverndarmál ásamt forvörnum, þá mætt þörfum fjölskyldufólks með því að hækka ekki leik- og skóladagaheimilisgjöld ásamt því að hafa þegar lækkað skólamáltíður þriðjung. Jafnframt komið á móts við þá hækkun sem verðmætaaukning húsnæðis í Fjarðabyggð mun auka fasteignagjöld mikilli hækkun tekjuviðmiðs og auknum afslætti til eldri borgara og öryrkja, þannig að komið til móts við þá sem mest þurfa á því að halda. Þá óskað eftir samstarfi við Þjóðskrá Íslands við vinnu til að greina fasteignamastofnun í Fjarðabyggð og hækkanir á honum á næsta ári. Slík vinnubrögð ábyrg en eins og áður hefur komið fram byggir tekjugrunn sveitarfélags á útsvari, framlögum jöfnunarsjóðs og fasteignagjöldum. Þar af eru framlög jöfnunarsjóðs og fasteignaskattar samofin og nauðsynlegt að vanda alla vinnu við slíka endurskoðun til að tryggja hún verið sveitarfélaginu og íbúum þess til heilla. Þá mun Hafnarsjóður Fjarðabyggðar halda áfram að byggja upp og hanna komandi framkvæmdir til að sinna þjónustuhlutverki sínu meðal annars við hinu öflugu fyrirtæki okkar í sjávarútvegi. Leið og þessum markmiðum og mörgum öðrum náð þá sýnd varfærni í rekstri og afkoma sveitarsjóðs jákvæð, rekstrarafgangur af honum og stefnir að skuldaviðmið hans verður 97% í árslok 2019. Við bæjarfulltrúar og Framsóknarflokks og Fjarðalista erum stolt af fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2019 sem enn jákvæðasta fjárhagsáætlun sveitarfélags árabil. Svo morgun þú orð, þessi bókun hér lögð fram sem bókast hér núna þegar atkvæðagreiðslu hefur lokið hér á eftir.
Í framhald af þessu vil ég nota tækifærið og þakka náttúrulega starfsmönnum sveitafélagsins, fjármálastjóra og bæjarstjóra og nefndarfólki öllu gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar. Það lykilatriði, það mikil vinna þegar kemur að gerð fjárhagsáætlunar hverju ári. Við höfum verið að þróa þessa vinnu í gegnum tímana, við höfum horfið inn í frá því sem áður var og inn í ramma úthlutanir. Við höfum reynt að flýta þessu ferli og það verður markmið núna næsta árs að byrja fjárhagsáætlunargerð enn fyrr heldur höfum gert til þess að menn hafi rægan og góðan tíma til að ræða sig niður og það niðurstöðu sem við vilja. Enga síður hefur hann ekki komið að sög núna, menn hafa þó að kosningar náttúrulega breyti alltaf aðeins að vori, þá hófst vinna núna á haustmánuðum og hefur staðið yfir og ánægilegt og hefur fulla ástæðu til að þakka marga þá umræðu, ekki alla, en marga þá umræðu sem átt sér stað í kringum fjárhagsáætlunina. Það hefur verið svolítið aðalsmerki og ég hefur verið afskaplega ánægður og stoltur af því allar frá þeim tíma þá ég settist hér inn í bæjarstjórn sem aðalmaður og tók við hlutverki forseta bæjarstjórnar að það hefur mestum leyti gengið vel vinna í fjárhagsáætlun, hún hefur verið opin og það hefur unnið í sammenningu og oftast í sátt, þannig að niðurstaða hennar þegar hún hefur verið lögð fram til endanlega samþykktar þá hefur hún samþykkt að bæjarstjórn aldrei. Ég vona svo sannarlega ennþá að slíkt verði en ég leyni því ekki að það hefur valdið mér ákveðnum vonbrigðum að mörgu leyti að við höfum ekki náð því að það hefur verið megin kapp að þetta sé opin og góð og gegnsæ umræða sem á sér stað. Eðlilega hafa menn skipta skoðanir á því hvernig fjárhagsáætlun er skipt upp. Það getur legið í því pólitískur ágreining eða mismundi skoðanaskipti og mismundi bara, ekki að segja, mismundi áherslur. Það eru skiljanlegar og það er eðlilegt og mikilvægt að mér reynum að taka tillit til þess hjá okkur. Sem betur verið hafa nefndirnar allar afgreitt sínar áætlanir svo til frá sér samhljóða inn til bæjarráðs. Í bæjarráð átt sér stað skoðanaskipti og það átt sér stað bókanir, við þurfum ekki að fara við það meira, það hefur verið rætt hér áður. En enga síður þá nú komin svo áætlun hér sem hér hefur tekið lítsháttar breytingum eins og bæjarstjóri kom inn á sem ég ætla svo mikið að fjölur aftur en margt samt ánægilegt í henni. Við okkur auðnast að lækka það sem við höfum sett okkur, það markmið sem við settum okkur og vorum komin inn í síðustu fjárhagsáætlun að við ætlum að koma til einhvers konar minniháttar lántökur til þess að standa undir góðum sjóði því við viljum eiga sterkan sjóð hver mánaðamót, 300 milljónir. Við getum minnkað þær lántökur. Við erum að auka við allskyns þjónustu sem okkur nauðsynleg, sem íbúðunum okkur svo nauðsynleg og okkur svo samfélagi sem við viljum byggja sem best nauðsynleg. Það leynist ekkert að það hefur átt sér stað heilmikil umræða, ekkert bara hér í þessu sveitafélag heldur annars staðar á landinu þar sem verðmætaaukning húsnæðis Hún hefur verið hér síðustu ár, þá hefur húsnæði aukið verðmæti sitt í kaupum og sölum á hverju ári og það hefur gert það að verkum að þegar að Þjóðskrá Íslands tekur saman verðmæti stofnsins sem lagður til fasteignagjalds, þá hafa fasteignagjöld okkar hækkað. Þó svo við höfum staðið í stað, núna mjög langt árabil í þeim álengastulu sem notum. Þetta eðlilega skipta skoðanir, hvenær við höfum náð, hvenær húsnæðis fasteignastofnin fer að endurspegla sannlegt verðmæti. En við höfum talið í þessum umræðum öllum að það sé eðlilegt að fara vel í þá vinnu núna næsta ári með þeirri stofnun, Þjóðskrá Íslands, sem kemur að þessum útreikningum og stýrir þeim til þess að gæta þess að vel fari saman samspil jöfnunarsjóðsins sem við njótum mikilla framlaga frá í ljósi þess að við rekum stórt og fjölbreytt samfélag, fjölhverfa samfélag og þannig að það sé ekki stefnt í hættu neinum tekjustofnum okkar en leið að við sjáum og greinum í vinnu á næsta ári með þessum aðilum hvernig þessu háttað. Eftir smáðu breytist ekki að fasteignagjaldstuðull hefur hvorki verið hækkaður né lækkaður í Fjarðabyggð árabil og við höfum ekki fullnýtt þann. Það sem gerist núna og breytist þetta að náttúrulega fasteignagjaldstuðull á Breiðdalsvík hann mun lækka. Það sem Breiðdalshreppur eðlilega í ljósi sínar stöðu þeirra hafa að takast á við erfiðan fjárhag síðust ár, þurft að fullnýta sína stuðla. Þetta ég afar ánægður með og ég tel að þetta sé mjög skynsamlegt að við setjumst niður og vonandi í sameiningu öll með þessum aðilum og skoðum þetta. Því að það líka, þó og geri ég ekki lítið úr því,
frekar en ég sem fasteignareigandi og aðrir að það hækki á mig álögur eins og kom hér fram á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar ágætur bæjarfulltrúi Miðflokksins fór yfir það hvað þessi hækkun hafi í för með sér á per gjalddaga 23.000 krónur eflaust svona meðaltali, að þá það samt ánægilegt. Það samt ánægilegt að glíma þá stöðu að menn sé að takast á auki verðmæti. Það alltaf betur en áður var þegar við tókust á við minnkandi verðmæti hér í fyrirrönnum þessa sveitafélaga. Þegar verðmæti húsana okkar minnkaði í sölu og þar leiðandi minnkaði verðmæti stofns og það kom mínustölur sem miður en sums staðar að koma ennþá á landinu og maður myndi sjá. Þannig að það ánægilegt þó að takast á við það, en það sannarlega vettvangur fyrir að taka umræðu og skoða fasteignamatsstofnun í Fjarðabyggð sem misjafn í aldri og fara vel í gegnum það næsta ári. Og eigum það góðar og gagnlegar umræður, ekki umræður í stuttum ræðum eða slíku, heldur það sé bara það vinna og umræður. Þannig ég vona svo sannlega að sú vinna skil okkur því og við sjáum þá hvernig við nálgumst þetta í næstu fjárhagsáætlun gerð út frá þeim álögum sem við leggjum á. En á móti kemur þegar slíkar álögur eru, og það það sem við komum hér að í þessari bókun okkar, þá vill maður mæta þeim sem hvað þyngst svona álögur taka í. Það náttúrulega eðlilega eldri borgarar og öryrkjar sem hafa skertar tekjur og sumir hverjir búa í sínum húsum sem þeir eiga. Að geta þá, eins og við erum að gera núna, verði til að það hér samþykkt síðar í dag, að auka verulega þá afslætti, þannig að afslættinir jafna sig á móti þeirri hækkun sem boðið er. Ég held að það sé stórt og gott skref og ánægilegt að taka það skref, að þarna getum við komið á móts við þetta unga fólk sem á börn í skólanum okkar og gert þeim það kleift að jafna á móti þessari hækkun sem verður. Síðan má ekki gleyma því fólki sem leigumarkaði, að þarna erum við líka að geta aðstofað það fólk sem þar með börn í skólum að draga úr þessum álögum sem við höfum gert núna markvisst. Þannig að það eru margir ánægilegt þættir. Það líka ánægilegt að hafa sett aukið fé í málaflokk félagsmála til þess að koma á móts við öldrunarmálin sem verða stærri og viðameiri málaflokkur í framtíðinni. Við höfum alltaf og gerum það áfram stigið í takt með það sem nýra barnaverndarmálum og maður vilja sjá þann málaflokk sem minnstan, en þá erum við sinnt að kostgæfni. Öllu þessu höfum við mætt. Við erum líka að fara í fjárfestingar, í Hafnarsjóði, við erum að fara í fjárfestingar við kantinn á Norðfirði sem því miður höfum lent í því að var fyrir tjóni. Það stærsta fiskihöfn landsins og við megum ekki við því á nokkurn hátt að hún stoppi í þessu inntaki okkur. Við erum að fara í mikla hönnun við glæsilegt fiskveiðiver sem Eskja hefur reist, að fara í hönnun núna og fá frekar í sérfræði aðstoð við það að skoða hvernig við leysum úr þeim hafnamálum sem þar eru betur, þannig getið þjónað þeim. Það verið að fara í útboð á hafnargerð og Stöðvarfirði og svo lengi mætti telja. Ég held að við getum verið sammála það að Hafnarsjóður Fjarðabyggðar hefur alltaf unnið og brugðist við þeim þörfum sem upp eru hverju sinni. En þær þarfir eru síbreytilegar sem betur fer vegna þess að fyrirtækin okkar eru í örun og þróri uppbyggingu, hafa verið að eflast. Þannig að við höfum þetta bregðast við með reglum hætti, skoða hvernig við nálgumst á að það gerum við áfram á næsta ári. Við munum líka fara í fjárfestingar í veitunum. Við vitum það var eitthvað bíða verkefni í vatnsveitunni, bæði í tankagerð til þess að leysa úr þeim málum sem hefur verið að glíma á fársveitum mjög lengi og eru nú ekki nýja nálinn þar sem hefur vantað að það sé nægur þrýstingur til þess að vatn renni eðlilega í efstu byggðir þegar mikil starfsemi er. Við náðum að jafna þetta hluta. Þetta líka horfið til betri vega með lagfæringu lagnakerfisins í tengslum við endurgerð á skólaveginum. En við þurfum að fara tankagerð, við þurfum að fara í tankagerð út á Norðfirði í vatnsveitunni þar til þess að gæta hreinleika vatnsins, því að vatnsveitunar okkar hluti að mikilvægri matvælaframleiðslu sem við höfum fram hér í sveitafélaginu. Við þurfum að fara í auknar fjárfestingar við Hitaveituna Eskifirði til þess að hún ná að þjóna sínu hlutverki ennþá betur. Og allt þetta erum að nálgast. Við erum að fara í byggingu hér, viðbyggingu í leikskólanum á Reyðarfirði til þess að mæta hér í fólksfjölgun sem þar eða fólksfjölgun sem hér sem auknum börnum. Þannig að við erum að ná á tímum sem sannarlega, og það þarf ekki að fara við það, hér hefur verið farið við það ítarlega að það eru líka allskyns merki upp í íslensku efnahagslífi
sem full ástæða að gæta og við erum að gera. Að við erum samt að framkvæma þegar þetta leið horfin til þess að kjarasamningar eru lausir og það ýmsar óvissur upp í fiskveiðum. En með þeim afgangi sem hér er skilað, með þeirri umgjörð og teljum okkur geta tekist á við þetta og leið sýnt varðið. Það var líka afar ánægjulegt. Núna þegar ný þjóðhagsspá kom fram, þá höfðum við farið við gjaldskrá okkar sem var meðaltalir að hækka verðlagsbreytingar 2,9%, nema það sem líður það öðrum vísitölum sem eru nú ekki margar, að þrátt fyrir að þjóðhagsspá sé hærri 3,5%, 3,6% segi, að það ákvæm að láta það standa þær verðlagsbreytingar verið hafa. Til þess einmitt að sýna það og sanna að menn vilja standa vörðum ákveðin stöðleika. Svo sannlega vonum við að nýtt ár verði okkur hagsælt. Það er fjölgun í Fjarðabyggð, okkur fjölgar og það er afskaplega ánægjulegt. Það hefur ánægjulegt að sjá íbúatölunar á þessu ári. Svo sannlega vonum við að það verði áfram upp á við fyrir okkur sem og önnur sveitarfélög á landsbyggðinni. Hugsanlega höfum við ekki, alla mín trú er sú að það er ákveðin, við stöndum ákveðin þröskuldi landsbyggðin núna. Það er ákveðin tækifæri í því að ungt fólk horfi orðið til þess að fara út á land og til þess að það gerist þá þurfum við að skapa sveitarfélögum með góðri umgjörð sem hafa aðdráttarafl og leið hlú og vélagsýni fyrir íbúum. Ég tel sem að gera það í Fjarðabyggð eins og verið hefur. Við gerum það með því að skapa góða skóla áfram, góða starfsemi í þeim og leið stillum álögum í hóf fyrir þá sem það nota það sem það er að greiða. Við erum með sterka innviði. Við þurfum að efla það áfram. Við erum líka og þurfum að horfa til hverfan okkar sem glíma líka við hafa veikst. Þar þurfum að halda áfram að vinna með íbúunum að snúa verðin svo. Það er svo margt framöndan og vonandi auðnast okkur hér í sæði bæjarstjórn að gera það saman eftir sem áður. Takk fyrir. Eydís Ásbjörnsdóttir við beðum að gera svo Eydís og Dýrum Pála. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla að byrja á því enn og aftur að þakka fjármálastjóra sem að bæjarstjóra, sviðsstjórum, nefndafólki, bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum sem koma að vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir velunni störf. Hér er fjárhagsáætlun 2019 og til 3 ára lögð fram til síðari umræðu og samþykktar í bæjarstjórn. Bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar hafa farið mjög vel yfir málið sem og hefur verið mikil umræða hér á fyrir fundum. Við erum stolt af því að leggja fram þessa áætlun og sérstaklega þeim aukna stuðningi sem við veitum börnum, barnafjölskyldum, eldri borgurum og öryrkjum. Við erum þegar búin að lækka skólamáltíðirnar 3 eins og hér hefur verið komið fram og ánægilegt er einnig að hafa möguleika á því að hækka tekjuviðmið eldri borgara úr 280.000 á mánuði í 400.000 eða 40%. Ásamt því erum við að hækka hámarksstyrkinn 14,52% sem tryggir að þessi hópur sé ekki að fá á sig þá hækkun á fasteignaskatti sem Þjóðskrá hefur gefið út, sem tekur mið af hækkandi fasteignaverði hér í Fjarðabyggð. Þetta er gríðarlega mikilvægt og jákvætt fyrir þennan hóp. Mikilvægt er líka að hafa í huga að Fjarðabyggð er ekki að hækka fasteignaskattsprósentuna sem verður áfram 0,5%, en aftur á móti eins og forseti kom inn á hérna áðan þá lækkar þessi prósenta í Breiðdalsvík þar sem prósentan var 0,6 fyrir sameiningu. Áfram verður við þó að gæta aðhalds. Það eru margir óvissu þættir varða tekjur og útgjöld og eins og þegar hefur komið fram og það er mesta óvissan vegna kjarasamninga og veiðiheimilda. Það er samt sem áður þannig að skuldaviðmiðið fer niður fyrir 100% og rekstrarafgangur á B-hluta hljóðar upp á 530 milljónir sem gerir þessa niðurstöðu fjárhagsáætlunar þá jákvæðustu í mjög langan tíma. Þakka fyrir Eydís. Dýrum Pála Skaftóttur með málið gerð svo Dýrun.
Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, fjármálastjóri. Ég vil byrja við að þakka fjármálastjóra og bæjarstjóra fyrir þeirra velunnu störf við vinnuna að fjárhagsáætlunargerðinni. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa komið með ýmsar bókanir og að áætlunargerðinni inn í nefndir og annað og koma fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til með að sitja hjá við afgreiðslu á fjárhagsáætlun 2019 til 2022 og vil ég lesa bókun frá okkur þess efnis. Fulltrúar flokksins í bæjarstjórn og nefndum Fjarðabyggðar hafa í umræðum og afgreiðslu fjárhagsáætlunar gert athugasemdir og bókanir vegna aukins rekstrarkostnaðar og forgangsröðun fjárfestinga. Að okkar mati hefur meirihlutinn ekki tekið mið af þeim bókunum og athugasemdum við meðferð fjárhagsáætlunar á milli umræðina. Já, ekki setja gula. Takk fyrir dýrun. Rúnar Már Gunnarsson við beðmáli, gerðu svo Rúnar. Bæjarstjóri, forseti, fundarmenn. Við erum búin að vinna þessari fjárhagsáætlun og það hefur svo sem gengið upp og ofan. En ég svona mestu leyti sáttur og þó ég hefði viljað ganga lengra þá fefst þetta ekki allt í fyrstu lotu. Við eigum vona á eftir áramótin frá fasteignamatinu til að fara aðeins í gegnum fasteignaskattana. Þannig að ég ætla að sætta mig við þetta 0,50 núna þetta árið og svo ég sé tilbúin að berjast fyrir því að við munum lækka þessa prósentu en við þurfum að það þarf að endurskoða þetta fyrst. Ég ætla að styðja þessa fjárhagsáætlun og tel að við séum á réttri leið. Fjarðabyggð ekki skilað eins góðum árangri eins og við ætlum okkur að stíga núna fram að þessu. Þannig að ég bara nokkuð svona sáttur og ég mun styðja þessa fjárhagsáætlun. Takk. Hvað fyrir Rúnar? Vilja fleiri hvað þessi hljóð sér við síðar umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og 3 ára áætlun. Einar Már Sigurðarson, gerðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, bara örfá orð, taka undir það sem við segjum hér í bókuninni varandi það að meirihlutinn auðvitað afar stoltur af þessari fyrstu fjárhagsáætlun sem hann leggur fyrir. Það má segja og taka leið undir það sem kom hér fram hjá síðasta ræðumanni að það hefst ekki allt í fyrstu lotu. Það hárrétt. En við höfum samt sem áður náð ótrúlega miklu í fyrstu lotu þó að sé ekki allt komið. Þannig að það ber auðvitað að fagna því alveg sérstaklega. Það sem vakti hins vegar athygli mín og var ástæðan fyrir því að ég kom hér upp var það að í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins kemur fram að það hefði ekki verið tekið nægjanlegt tillit til tillagna og bókana þeirra á milli umræðina. Hér á síðasta bæjarstjórnarfundi það vakti ég athygli á því að í einni bókun þeirra var verið að leggja til að skólamáltíðir hækkaðir 33%. Ég taldi nú fullvíst að á þessum bæjarstjórnarfundi það miklustu undan skilið í tillögum þeirra að það væri stefna þeirra því að ég taldi þá og tel enn að þetta hljóti hafi verið misskilningur hjá þeim fulltrúa sem þetta bókaði á fundi. Og ég ætla að leyfa mér að vera þeirra trúar nema einhver haldi öðru fram. Ég trúi því ekki, var hér í haust, þannig að ég vona að bæjarfulltrúarnir leyfi mér að vera áfram bjartsýnn í þeirra garð og að þetta sé rétt túlkun af minni hálfu. Takk fyrir Einar, vilja fleiri hvað þessi hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá ætla ég mér að bera upp fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2019 ásamt 3 ára áætlun árana 2020 til 2022 og starfsáætlanir fyrir árið 2019 hér. Þeir sem það styðja vinsæna skeiða merki. Hún samþykkt með 7 atkvæðum, einhver á móti.
og hjáseta hjá fulltrúum sjálfstæðisflokksins. Á það fært til bókar. Þá þakka ég fyrir þessu umræðu. Þá förum við í ykkar bloggum allavega á fyrstu síðu en semst fjárhagsáætlun þá fyrsti líðu fundarins. Hér þá göngum við til næsta fundarins sem fundagerði Bæjarráðs númer 589 og 590 tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Orðið laust, Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið máli, gerðu svo leitis. Forseti, ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði í fundagerðum Bæjarráðs númer 589 og 590. En í þessum fundagerðum eru nokkra liðir sem falla undir fjárhags- og starfsáætlun og ég bara vísa til þeirra umræðu sem hér fór fram áðan við loka afgreiðslu hér í seinni umræðu. Það er liður liður 1.6 Inga Rún Sigfúsdóttir fjölskylduráðgjafi frá fjölskylduþjónustu Austurlands kom á fund Bæjarráðs og kynnti starfsemi fyrirtækisins og bara lýsa yfir ánægju minni að þessi þjónustu standi til boða í sveitarfélaginu sem og á Austurlandi. Og liður 1.9 það er frá og með 1. desember næstkomandi þá breytist opnunartími bæjarskrifstofu og skiptiborði og verður tími þannig að það verður opið alla virkadaga frá 10 til 16. Og liður 1.11 var lagð fram Bæjarráð samþykti að gengi vera til samninga við launafl samkvæmt frávístilboði en tilboðið var hagkvæmasta tilboðið vegna viðbyggingar við leikskólan Lyngholt hér á Reyðarfirði. Og einnig það er liður sem er tekin fyrir eftir, liður 1.15 viðbragðsáætlun Fjarðabyggðar vegna mengunar 2018 og þessu var vísað semst frá hafnarstjórn og Bæjarráð samþykki viðbragðsáætlun vegna mengunar óhappa og þetta verður farið betur yfir þetta mál hér á eftir. Liður 2.7 í fundagerð 590 og það hefur verið samþykkt að bjóða út vátryggingar sveitarfélagsins en samningar eru lausir nú áramót og Bæjarráð samþykti útboðslýsingu og fól fjármálastjóra að auglýsa eftir tilboðum í vátryggingar Fjarðabyggðar og fjármálastjóri mun vinna þetta mál áfram. Liður 2.8 og 2.9 unnið er að komast að þetta er Kirkjumelur sem sagt í Norðfjarðarsveit og Bleiksáli 56 á Eskifirði sem er gamla Hulduhlíð og unnið hefur verið að komast að niðurstöðum eignahald á þessum eignum og Kirkjumel sem sagt og gömlu Hulduhlíðar sem gerur okkur kleift að selja eignirnar en ánægulegt að það sé allan að fara að sjást til lands í þessum máli. Liður 2.11 Efling Egilsstaðaflugvallar og framtíð flugvallaverkefnisins. Við tókum fyrir bréf Austurbrúar verðar framtíð flugvallaverkefnisins og fjármögnun þess. Það var semst lagt til kynningar á síðasta fundi Bæjarráðs og erindi verður svo tekið til afgreiðslu á næsta fundi og mun þá framkvæmdastjóri Austurbrúar koma inn á fund Bæjarráðs. Liður 2.14 eftirlitsmyndavélar í Fjarðabyggð. Óskar Þór Guðmundsson lögreglumaður kom inn á fund Bæjarráðs og fór yfir þau mál sem honum var falið að kanna í sambandi við uppsetningu eftirlitsmyndavéla í sveitarfélaginu í samvinnu við lögreglustjóra. Óskar mun taka saman minnisblað og leggja fyrir Bæjarráð á 9 og þá er málið tekið til afgreiðslu. En þetta er gríðarlega mikilvægt mál öryggismál sem snýr hér að íbúum á Austurlandi. Liður 2.15 framkvæmdaráætlun vegna hreinsunar í hverfum. Það var bókað á fundi Bæjarráðs 589
að væri óskað eftir framkvæmda áætlun frá umhverfisstjóra við hreinsun hverfa og eins og þið væntanlega hafi lesið í ykkur gögnum að þá er þessi vinna í gangi og bara miðar mjög vel áfram. Og í lokin þá bókaði bæjarráð eftirfarandi bókunni framhaldi af fyrirspurn Ingibjargar Þórðardóttur varaþingmanns Vinstri grænna á Alþingi kostnað við húshitun, útbreiðslu rafhitunar og kostnaði niðurgreiðslu rafhitunar á köldum svæðum. Í svari sem kom frá iðnaðar- og nýsköpunarráðherra kom fram að kostnaðurinn er í raun 770 milljónir á ári og svo hljóðar bókum bæjarráðs. Í framhaldi af fyrirspurn og umræðu á Alþingi húshitun og kostnað skorar bæjarráð Fjarðabyggðar á stjórnvöld að ganga þegar í stað að jafna húshitun og kostnað á Íslandi. Þannig að þeir íbúar Íslands sem hafa einungis völ á rafkyndingu eða rafkyntri hitaveitu greiði sambærilegan húshitun og kostnað og þeir sem búa á svæðum þar sem hitaveitur eru starfræktar. Í svari ráðherra kom fram að aðgerðir sem þessar kosta einungis 800 milljónir á ári sem verður að teljast lág fjárhæð miðað við hversu gríðarleg áhrif til jöfnunar búsetu aðgerð sem þessi hefur á landsbyggðinni. Ég vil þakka Ingibjörgu Þórðardóttur fyrir að taka þetta mál fyrir og í framhaldinu kom Berglind Hersler, lagði hún fram, sem er einnig varaþingmaður Vinstri grænna, lagði hún fram þingsályktunartillögu þess efnis og við treystum því að þingmenn allra flokka vinni þetta mál áfram. Þakka fyrir Eydís. Ragnar Sigurðsson við beðum ári gerðsvel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla að kveða mér ljós hérna vegna varandi fundagerð bæjarráðs númer 589. Fyrst varðandi lið 2-3 starfs- og fjárhagsáætlun ESU-nefndarinnar. Við afgreiðslu hennar gerði ég athugasemdir í fyrstu umræðu og fór inn í vinnuplagg okkar Einars Más. Þar var gerðar athugasemdir við tilfærslu á verkefnum og sést í bókun bæjarráðs að þar lýsti ég yfir vonbrigðum með að verið væri að fresta leikskólanum á Eskifirði 1 ár og þar sem að fyrir var ráðgert að hefjast framkvæmdi þar árið 2020 en 2021 í núverandi starfs- og fjárhagsáætlun. Jafnframt lýsti ég við vonbrigðum varðandi Fjarðabyggðarhöllina en hún er dottin út af langtíma áætlunum í fjárfestingaverkefni Eignasjóðs. Þrátt fyrir hávær kosningarloforð þess efnis að einangra ætti Fjarðabyggðarhöllina á kjörtímabilinu. Þannig að forgangsröðunin hefur eitthvað breyst og varandi leikskólan á Eskifirði að þá tóku við leikskólan Lyngholt fram fyrir framkvæmdir í leikskólanum á Eskifirði en upphaflega var ráðgert að fara í uppbyggingu á leikskólanum á Eskifirði á undan. En vegna fjölgunar barna á Reyðarfirði þá var ákveðið að fara í framkvæmdir í leikskólanum á Reyðarfirði fyrst og lofar þess efnis gefin að farið yrði strax í kjölfarið á uppbyggingu á Eskifirði. Þess vegna er það miður að því sé frestað. Einnig langar mér að fjalla lið 2.15. Ég fagna því að það sé komin að hafnarstjórn hafi tekið fyrir viðbragðsáætlun Fjarðabyggðarhafnar vegna mengunar. Það er hins vegar ákveðin vonbrigði að þar sem ég hafði óskað eftir því í haust formlega að þetta mál kæmi til afgreiðslu
eða umfjallanar ESU-nefndarinnar þar sem að eignaskipulag- og umhverfisnefnd fer jú með umhverfismál. Það gerði ég í kjölfar mengunarslýsa sem urðu hér í sumar og haust. Þetta mál kom aldrei þangað inn og þá finnst mér einnig undarlegt að þessu máli hafi ekki verið vísað til eignaskipulags- og umhverfisnefndar til umsagnar. En ég ítreka það, ég fagna þó að þetta mál sé farið frá hafnarstjórn og treysti því að við tökum málið upp innan ESU-nefndarinnar og veitum því umsögn enga síður þó svo sé búið að samþykkja innan bæjarhúss. Fleiri ekki í bili. Takk fyrir Ragnar. Rúnar Már Gunnarsson beðið máli gerð sér núna. Forseti, ég ætla að ræða aðeins við ykkur leikskólabygginguna á Breiðarfirði. Ég afar ósáttur við hvernig þetta aðeins staðið. Það hefur engin kynning farið fram þetta í bæjarstjórn, alveg síðan ég kom hingað. Hún virðist hafa verið ákveðin af þeirri bæjarstjórn sem var áður, sem kolfjall í síðustu kosningum. Og ég veit ekki af hverju verið að nota þá bæjarstjórn til að fela sig á bakvið. Það komu 2 tilboð. Þau tilboð eru 13% yfir kostnaðaráætlun. Þau hefðu menn einhvern áhuga á það að byggja þetta, átt að vera 7-10% undir. Þetta eru 50 milljónir. Þannig að við erum að fara að byggja hérna leikskóla sem cirka 50 milljónum of dýr. Ég veit að þið get ekki svara mér en ég ætla samt að spyrja, hafið þið kynnt ykkur þetta mál eitthvað? Við ætlum bara að láta þetta detta svona í gegn. Þetta eru bara 280 milljónir á þess að nokkur maður landmæli eða velti sér fyrir sér. Hafa menn skoðað teikningarnar, hafa menn skoðað rúmmálið, hafa menn skoðað fermetrana og deilt síðan í kostnaðinn. Mér sagt, rafmagnið svo dýrt. Ég búinn að skoða það, rafmagnið bara ekki dýrt á per fermetr. Það bródýrt. Ég geri tilboð dagstaglega í vinnunni. Og ég ætla bara að nefna svona lítið dæmi hvernig maður vinnur tilboð. Ef ég hefði verið beðin að gera tilboð í það að flytja 40 gáma á Seyðisfjörð í janúar, þá hefði ég tekið einhvern gjald sem ég vanur að vinna eftir og svo hefði ég bætt ofan á svona 20-30% af því að það var janúar. Það snjór og það ófærð og það vesen, það senkanir. Nákvæmlega sama gera þessir menn. Þeir ætla að fara að grafa grunn núna, þeir áttu reyndar að gera það núna á 2018 sko. Það var nú komið eitthvað fram í 2019. Þegar þeir eru að fara í svona vetraverkefni, þá bæta þeir bara 20% ofan á. Þannig þetta eins illa að þessu staðið en svo mögulega hægt að gera. Þetta breytir engu með tímasetninguna hvernig við ætlum að opna leikskólan. Skiptir engu máli. Ég heldur ekkert sáttur við það að við ætlum að fara í leikskólan á Eskifirði 21. Það bara 18 núna sko. Þannig ég held að við séum nú brött með það að við förum að skoða það bara einhvern mann á 2020. En verktaki sem á að fara að vinna og ég búinn að tala við marga verktaka og suma sem buðu ekki í þetta út af þessu. Síðan mér sagt það svona til hliðar að frávikstilboð launafls hljóði upp á það að þeir ætla að byrja á þessu vor. Það hefur hvergi komið fram. Engum verið sagt. Það bara frávikstilboð og þá bara taka því. Okkur ekkert verið sagt að ég bara byrja á þessu vor. Það búið að seinka framkvæmdinni sem sagt þann tíma, hálft ár. Það var heldur ekki komið fram. Þannig ég endur hérna alveg nýr inni og ég svo sem veit ekki alveg hvernig svona hlutir fara fram. Mér finnst það svona, ég sagði við Jónbjörn í gær, þetta væri svona eins og með heilsugæsluna á Eskifirði. Hún byrjaði allt í að rísa og svo kom einhverjir stafnar upp og alls konar útflúr og menn fór að spurja bæjarfulltrúana og þá svo allir, ég veit ekki, þetta var ákveðið í síðustu bæjarstjórn. Ég sá aldrei þessar teikningar. Þetta bara sem svipað. Mér finnst þetta bara ekki nokkur vinnubrögð.
Ég er í bæjarráðu, held bara að svona laga kæmi bara inn í bæjarráð, þar sem okkur væri bara sýndir þessir hlutir allir saman upp á vegg, hvernig þetta ætti að vera. Þannig ég get ekki samþykkt þetta mál, enga veginn, takk. Þakka fyrir húnar, Eydís Ásbjörnsdóttir með málið, Gerðsvöld Eydís. Forseti, ég ætla að byrja að koma inn á lið 1.13 starfs- og fjárhagsáætlun ESU-nefndar. Jú, það er rétt, það var bókað við þennan lið í bæjarráði og meiri hlutin bæjarráðs einmitt bókaði líka og minna á að framkvæmdaráætlun sveitarfélagsins til næstu 4 ára er endurskoðað hverju ári með hliðsjón af framgangi annarra verka. Nú er að hefjast gerð viðbyggingar leikskólans á Reyðarfirði og mun gerð viðbyggingar á leikskólanum á Eskifirði fylgi kjölfarið. Það hefur engin verið breyting á þeirri stefnu fyrir bæjarstjórnar. Viðbyggingi við leikskólan og Lyngholt og þar bókaði Rúnar eins og hann kom hérna inn á og var á móti hérna, hann vildi hafna öllum þessum tilbúum og bjóða út aftur í mars 2019 og hefja framkvæmdir í maí 2019. Nú er Einar Már og hérna Jón Björn, Einar Már núverandi formaður ESU og Jón Björn fyrrverandi formaður ESU komaðu betur inn í þetta mál hérna á eftir. En þetta mál þetta hefur verið tekið fyrir og gögn liggja fyrir þessu máli og hérna og bara hvet bæjarfulltrúa að tala við bæjarstjóra og fá aðgang að þessum gögnum og það er þetta okkar ábyrgð líka sem kjörna fulltrúa að leita okkur eftir upplýsingum þar sem við erum auðvitað að vinna líka fyrir ákvörðunum. Takk fyrir. Þakka fyrir Eydís, fá Ragnar Sigurðsson í Böðmári, gerð svo Ragnar. Hörstuðt aftur varðandi lið 2-3 starfs- og fjárhagsáætlun ESU gagnvart því sem að Eydís kom hér inn á. Sko, ef við skoðum nú bara fjárfestingaverkefni Eignasjóðs milli ára. Þá var það þannig á gagnvart síðustu fjárhagsáætlun. Þá var ráðgert að byggingin við leikskólan á Lyngholti kláraðist 2019. Það er óbreytt. Stækkun leikskólans á Eskifirði átti svo að hefjast strax í kjölfarið 2020. Það er hins vegar 2021 núna. Eina sem hefur breyst er það að það er búið að slíta í sundur lóðaframkvæmdina á Reyðarfirði, leikskólalóðina. Sú framkvæmd, lóðaframkvæmdin, hún á að klárast 2020 en það var allan tíma ljóst að stækkunin á leikskólanum Eskifirði átti að fara í strax kjölfarið á stækkuninni á leikskólanum sjálfum, ekki lóðaframkvæmdunum. Það er gjörsamlega algjörlega aðskilin hlutur. Þannig ég geri athugasemd við það og stend við þá athugasemd sem ég gerði í ESU. Það eina, það sem hefur bæst við og breytir auðvitað því fjármagni sem úr er að móða, því það er sambarilegt fjármagn sem við höfum úr að spila, er það að lóðaframkvæmd Nesskóla er komin inn og ég geri svo sem tek alveg undir að það er nauðsynlegt að fara í endurgerð á skólalóðinni í Nesskóla en hún er komin hér fram fyrir leikskólan á Eskifirði og fram fyrir Fjarðabyggðarhöllina og 70 milljónum veitt til þess árið 2019 og árið 2020. Það er Ragnar. Þá kveða mér hljóðs hér í þessar umræðu fundagerði bæjarráðs og fara hér aðeins yfir nokkra liði og svona svara þá einhverju sem til mín hefur verið beint eða ég tekið með á þeirri umræðu sem hér átt sér stað. Kannski aðeins bara, ég ætla að nota tækifæri hér að því að þetta fjárhagsáætlun er fyrirferðar mikil í báðum þessu fundagerðum, bæði 589 og 590 og henni var nú ljúka hér áðan að lýsið mikil ánægja minni með að hérna þá ákvörðun að miðflokkurinn hefði og hans fulltrúar var stutt í fjárhagsáætlun, það var afskaplega ánægjulegt.
ég hefði viljað gjarnan svo sannlega að Sjálfstæðisflokkurinn hefði líka gert það. Ég held að það sé alltaf ávallt sterkara og ég held að vinnubröðin nú líkt og áður hafa verið á þann hátt að menn hafa viljað fá sem flesta því og þetta verið unnið heilt yfir. Þannig að ég held að það sé mjög ánægilegt. Það er mjög ánægilegt að það væri. En leið þá vil ég koma inn á hér eins og áður sagði nokkra lið og það er kannski fyrst til liðu 3 sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins bókaði í bæjarráði í tengslum við starfs- og fjárfestingaráætlun vegna skipulags- og umhverfisnefndar að framkvæmdir við leikskólann á Eskifirði hefðist ekki fyrir 2021 og Ragnar kom hér inn á áðan og fór yfir. Eins og var bókað og við vinnum og erum með á hverju ári 3 áætlanir. Þar erum við að reyna að raða upp með verkefnum þannig að passin í það fjárfestingar sem við höfum hverju sinni. Það mun svo auðvitað taka mið af því hvernig bara staða sveitarfélagsins er. En við endurskoðum þessa verkáætlun á hverju ári. Það er engin ný sannindi núna. Og það hefur ekkert breyst frá því að menn glöðu þá vegferð og það þarf að byggja við leikskólan og Reyðarfirði og byggja við leikskólan á Eskifirði. Sú breyting sem var það á í fyrra að leikskólan Reyðarfirði fyrir áfram meðast að því að hér er komið meiri þörf. Grunnskólan og Reyðarfirði þarf sitt pláss sem að nota undir eldsdeildina en þörfin líka að myndast á Eskifirði. Og það var svo aðgerð og ég vona með muni það úr umfjöllun sinni í skipulags- og umhverfisnefnd. Sú aðgerð verður að mörgu leyti einfaldari í framkvæmd, stækkun á Eskifirði. Vegna þar gefst okkur tækifæri allavega við svona fyrstu hönnun sem við vorum að fjalla að byggja sjálfstæða byggingu sem munu tengja það saman. Reyðarfjarðar viðbyggingin var ávallt flóknari. Við vorum lengi vel og það er kannski rétt að hafa það í huga að meðalans þess vegna erum við í þessu útboðsferli núna en hefðum viljað verið að fyrra á því. Við fórum mjög ítarlega skoðun aftur því að það átt að byggja við og breyta innvolsans miklu meira. Því sem fyrir var og það hefði haft mikil áhrif á starfsemi leikskólans á þenn tíma, á byggingatíma. Síðan gengum við það skrefa að skoða það að taka félagslundin í þetta, nýta það húsnæði sem því miður gamla félagsheimilið hafði ekki verið nýtt og stóð autt og hefur ekki verið nýtt síðustu ár. Við ákváðum að taka þau nýta hana byggingu, fá betri framkvæmd, hleyptum deildum strax í byrjun. Þetta gerði það verkum að samráðsferli lengdist og þetta var ekkert verið að ákveða þetta hér inni, heldur var haft samráð við foreldrafélög og starfsmenn og teikningarnar hafa farið og verið að tekja tillit til. Allt þetta hafði áhrif á gang málsins. Við höfum stundum sagt að það er oft flóknara að nýta eldri hús heldur en byggja ný, en það er líka náttúrulega skylda okkar samt að reyna að koma sem mest fasteignum bæjarins í notkun. Hvað var það? Ég skilði vel að nýju bæjarfulltrúar upplifa það að eins og þessi máli, eins og Rúnar kom hér inn á áðan og það finnst svona að menn hafa ekkert fjallað það. Það er nú öllu leyti ekki rétt. Hér inni situr nú töluverður hópur sem var hér í endur kjörin náttúrulega og fyrri bæjarstjórn, bursi frá kosningaúrslitu hversin, þá hefst ekki árið 0. Það vil þetta verða, en auðvitað ekki. Við tökum við fyrri ákvörðunum og framfylgjum þeim. Sumu breyta nýjar bæjarstjórnir en öðru ekki. Hún var búin að móta þessa vegferð inn í eignarskipulags- og umhverfisnefnd og vinna mikla vinnu við yfirferð á teikningum og svo þegar þessi ákvörðun tekin félagslund inn í þetta og tengibingu á milli, að þessu hafa komið leikskólastarfsmenn, að þessu hafa komið foreldrafélagi, menn hafa reynt að hafa sem breiðasta og við sáum það þegar við byggðum til leikskólan á Norðfirði, hann er nú svona síðasta stórbygging að taka þetta samráðstarfs í byrjun, það hafði mikið að segja bæði oft sjá nú starfsmenn betur hvernig hlutir er verið heldur en arkitektar og þannig að menn tóku heilmikla skoðun á því. Allar þær teikningar eru hér og það er sjálfsagt og menn geta gengið að þeim inn í fundagerða, inn í fundagáttin eða í gagna geimslónum þar. Þetta hefur líka farið fyrir eignarskipulags- og umhverfisnefnd aftur.
og umfyrir fyrir notaði þann fulltrúa, þann áhritan fulltrúa sem miðflokkurinn þar. Þannig að menn voru nú ekki samþykkið alveg blind í sjóuna eins og menn aldrei séð neitt. Þannig að ekki segja greininga en búin hafa komið að því að taka ákvörðun hvort menn tækju því tilboði. Síðan er það eðlilegt að hafa því mismunandi skoðanir hvort það tilboð sé hagkvæmt út frá tímasetningum og öðru slíku. Ég vil samt gjalda taka eitt fram. Ég skil alveg og veit þá hvað vera að fara með því að bjóða út byggingar á voru til þegar það eru henturi aðstæður til jarðvegstöku og annað slíkt. Enga síður þá á ekki að koma neinum verktaka hér fyrir óvart fyrir austan að við munum byggja byggingar líka á veturnar, því að sumarið á Íslandi dugi bara ekki það því miður. Þannig er með heilsugæslustöðina og þannig verður það áfram. Þannig að menn voru búin að hefja þetta útboðsferli. Það er rétt að byggingakostnaður samkvæmt þessu útboði með til síðast útboð sem var leikskólan á Norðfirði, þá er hærri orðið fermetrun og það er full ástæða til þess að greina það. Og þannig að hann er eins yfir. Að hafnaðum öllum að byrja aftur, það er svo bara skoðun sem ég bara ætla ekki að nokkurn hátt að tala gegn. Það er bara skoðun sem menn hafa lýst í þessu. En við ákváðum að ganga í þetta verkefni. Við teljum að það sé orðið brýnt, það er komið not fyrir þetta svo sannarlega og vonandi mun þetta fara vel. Síðan munum við taka þá skoðun þegar því verki fremur, hvernig við getum komið Eskifirði framar og öðrum þeim verkefnum sem komum hverju sinni. Og ég mun taka þessu umræðan sér á eftir undir annarri fundagerð. Það sem ég fekk ennþá ítalegri útlistanir frá fulltrúi nefnd það hvernig framkvæmdaröð skuli nú breytt, að framkvæmda áætlun er ekki meitluð í stein. Það kemur engin með hana fjallinu á hverju hausti eins og Mósek kom með töflunar árið og þeim verður ekki breytt sko. Við erum að vinna með hverju sinni fjárhags sveitarfélags og framkvæmdir og það sem upp á kemur. Og ég vil biðja bæjarfulltrúa að hafa þau í huga að þeir tala hér, að láta ekki líkt út til að þetta sé einhver svona, að mér fannst þetta kannski á tímabili líkt að því að það skildi nú skildi farið með framkvæmd í einu hverfi á kostnað annars hverfis. Það er ekki. Og ég veit alveg að það er ekki meiningin í þessu. Að sjálfsögðu ekki. Við erum að vinna með hag þessa samfélags alls. Hvar þörfin er hverju sinni. Þannig að ég treysti því og trúa að við vonandi náum því áfram og getum hafið byggingun á Eskifirði fyrr ef kostur er. Sambandi við lið 15. Viðbragðsstofnun Fjarðabyggðar menguna, það er alveg rétt að það hefur verið hugsanlega hefur rétt að vísa inn til eignarskipunar og umhverfisnefndar til kynningar jafnframt og þá að þeir rýndu þessa. Auðvitað erum að ræða viðbragðsáætlun sem hafnunum er skylt að setja sig vegna mengunarvopna. Það auðvitað skarast inn á borð þeirra nefndar sem fer með umhverfismálin. Þannig að það er full ástæða til þess að áætlunin er ekkert á förum. Þá hún sé staðfest að nefndin taki hana og rýna hana og þó að hún sé að koma hér inn og séu athugasemdir eignarskipunar og umhverfisnefnd, þá bara tökum við þær inn í hafnarstjórn og tökum við áætlunina svo aftur inn í bæjarstjórn. Mér finnst það bara alveg sjálfsagt og sjálfgefið. Hvað varðar síðari fundagerð bæjarráðs, þá ætla ég að koma bara inn á aðeins hér og hvetja mitt að því hér eru fulltrúar eignarskipunar og umhverfisnefnd sem fóru mjög grundigt eða svona vel yfir gjaldskrána sína og tengslu við klippikortin eftir sem áður og það hefur áhugaverð jákvætt hversu vel góð nýtingu við fengist á klippikortunum. Það er þetta rétt að brýna það og ítreka að ef fólk er að koma með til skila á gámaöllina hluti sem var í endurvinnslu þá er það ekki á klippikortinu, þannig að við erum að sjá það með þann fjölda sem hefur verið seldur á klippikorti á þessu ári. Þetta er í liður 6 í 590, gjaldskrá fyrir meðöldun úrgangs. Að þá eru fá klippikort sem einstaklingar hafa verið að kaupa umfram það sem þeir fá afhent gjaldfrjálst og ég vil ítreka það því að þessar umtöðunræðu að gjaldfrjálsu kortin mun áfram verða við hver áramót. Við þurfum svo að fylgjast vel með það því að það sem ég veit að við ræddum mikið í eignarskipunar og umhverfisnefnd á síðasta kjörtímabilið í tengslum innlegging klippikortana sem væri einfaldar heldur en margar annars sveitarfélög með það sem hafa verið að vigta það sem fer til og greitt eftir vikt og svo meðist, þarna séum við að ná einfaldari kerfi, að það sé líka má ekki vera nokkuð nátt letjandi til að fólk komi með
á söfnunarstöðunar og farið að henda því á víðavangi eins og því miður hefur borið á stökustað í annar staðar á landinu. Þannig að ég veit að nefndi mun fjalla áfram vel þetta og halda utan og nefndi mun og að skoða áfram það sem við vorum búin að taka umræðum þessar auknu opnun með stöðunum, hugsanlega með nýjum búnaði til þess að bara hafa mannlausar gámastöðar og ég held að það verði mjög fróðlegt við getum komið því verkefni áfram á næsta ári. Líkt og vinur okkar í Danmörku eru búin að gera, dönsk sveitarfélög eru búin að gera. Þannig ég held að það myndi auka bara ennþá flokkun og náttúrulega minnka kostnað hjá okkur. Svo bara nota ég tækifærið og líkt og eitt í skupin áðan að fagna þessari fyrirspurn sem kom inn á Alþingi hjá varaþingmanni Vinstri grænna Ingibjörgu Þórðardóttur og síðan þeirri þingsályktunartillögu sem komin fram jöfnun húshitunarkostnaðarins á köldu og heitu svæðunum. Það var mjög vel unnið svar sem kom frá ráðherra við þessari fyrirspurn þar sem hafi verið sýnilega farið vel yfir og það kom manni bara segja óvart að sig að ræða 770 milljónir króna sem þurfa að koma í niðurgreiðslur til þess að jafna húshitunarkostnaðinn við heitu svæðin eða hitaveitu svæðin fyrir þá sem að kynda á köldum svæðum af kyndingu. Ég held að það séu fáar aðgerðir stærri byggðarlega. Þetta svo leið sem ríkisvaldi getur farið samkvæmt Evrópureglugerðinni líka sem við erum undir í tengslum við framleiðslu á raforku. Þá það Alþingis og hvers sinni eða hvers lands að ákveða hvernig niðurgreiðslu sé háttað og ég bara trúi ekki öðru en að þingmenn núna þegar menn sjá hversu mikið þau dregið saman síðan það náttúrulega frá því að síðasta niðurgreiðsla kom inn þá hefur þetta minnkað að menn muni taka sig til í öllum flokkum og koma með þetta inn. Ég trúi ekki öðru. En fleira var það ekki og Rúnar Már Gunnarsson við beðum ári Gerðssonar. Útbúið með ég var með enga sækjum. Ég sagði það. Forseti, ég ætlaði bara örlítið að skýra kannski mál mitt. Ég engan veginn og maður má ekki skýra orminn svo að ég sé á móti leikskólabyggingunni á Reyðarfirði. Ég engan veginn á móti því að við ætlum að byggja leikskóla á Reyðarfirði. Ég heldur ekki á móti því hvað verktaki var valinn. Ég alfarið með því. Ég bara móti framkvæmdar, ég bara móti hvernig staðið að framkvæmdinni. Bjóða þetta út á hausti þar sem að menn bæta við heilmiklum peningum til þess að fara í verkið. Ég trúi því aldrei ef að vanta leikskóla á Eskifirði ef við ætlum að setja 60 milljónir í lóð á Norðfirði á undan. Ég held að það sé bara einhver misskilningur. Það bara getur ekki verið að við ætlum að framkvæma þetta þannig. Þannig að ég mun allavega ekki styðja það að fara að laga einhverju lóð á Norðfirði áður fyrir leikskólan á Eskifirði. Takk. Þakka þið fyrir, Rúnar. Bæjarfulltrúi Ragnar hefur óskæði að bera sér sakir. Mér finnst það mjög leitt ef ég hafa máli minni þannig að hann upplifið það en að sjálfsögðu mun ég veita honum hér þá að koma og ræða það sem hann telur að hann þurfa að bera sér þessu til þið. Gerðisfulltrúi Ragnar. Takk fyrir það, já, ég tel að ég þurfa að koma hér og bera mig sakir. Forseti gaf það í skyn að ég væri hér að etja saman hverfum því að tiltaka það að eina breytingin sem orðið á fjárfestingaverkefnum að lóð við Nesskóla fari í endurgerð. Ég tók það fram í máli mínu að ég taldi nauðsynlegt að fara í þessa endurgerð. Ég hlýt hins vegar að mega koma hér upp og setja spurningar við forgangsverkefni fjárfestingaráætlunar sem vissulega rétt að fjárfestingaráætlun til nokkra ára og getur tekið breytingum. Það venja og við tökum alltaf mið að ástandi hverju sinni. Ég var hins vegar bara að vekja athygli á því að hér þetta verkefni komið fram fyrir verkefni sem að við höfum forgangsraðað með öðrum hætti og voru meðal annars loforð í síðastliðnu kosningabaráttu að yrði haldið áfram á því lofti. Ég ekki gera athugasemd við þessa fjárfestingu per se og ég hlýta mig að koma hér upp
og fjalla forgangsverkefni öðruvísi en svo að ég sé hér að etja saman einhverjum hverfum eða eitthvað slíkt. Það bara alls ekki málefnalegt. Takk fyrir Ragnar. Þetta séðu komið. Karl Óttar hefði beðið orðið, gerðu svo Karl. Forseti, ég ætlaði nú bara að fá að svara þið til núna minn að við komum til þess að bæjarstjórn samþykki núna tilboð í byggingu Lyngholts, að þá munum við hefði samninga verið þar sem að vera gengið út úr því að þeir byrjist strax, ekki frestaði til vorsins. Þá er tilgangur útboðsins náttúrulega eins og þú varst að benda á svolítið farin. Takk. Þakkaði fyrir Karl, þeir eru fleiri beðið orðið. Einar Már Sigurðsson gerði svolítið beðið orðið. Velkomin. Forseti, það eru nokkur atriði sem hér hafa komið fram sem að ég held að sé þetta fara yfir. Ég byrji samt ekki á því að taka undir með forseta hér áðan varandi klippikortin og það að menn skilji sem bestu þetta inn til okkar. Við þurfum að skoða bara hvað form er best. Ég er nokkið vissum að klippikorti sé endilega það besta, en við höfum ekki fundið svo sem neitt betra, og við þurfum að tryggja það að þau fari ekki að virka hindrandi, því aðalatrið fyrir okkur er að fá sem allra mest til endurvinnslu, og við þurfum að vinna áfram á þeim nótum og leita allra leiða til þess, og við erum þar náttúrulega með stórt verkefni framöndan sem að við, eins og kom fram hjá forseta, við höfum verið að ræða býsna lengi í þessu nefndinni og munum halda því áfram eitthvað, en við þurfum auðvitað að finna okkur svona framtíðar músík svolítið í þessu efni, hvernig við gerum það, og þá er best að taka leið þetta mál sem að hér var nefnt áðan, var þetta mengunarmál í höfnum, og það er þetta rétt að það er ákveðin áætlun sem að er skikkun hafnana, og varðandi það sem kom hér fram hjá einum nefndarmann úr ESU, að sem er líka rétt, að það var rætt hvort að við ættum að taka þetta fyrir í nefndinni, en þar sem að óhappið var inn á hafnarsvæði, þá var talið réttar að það væri í hafnarstjórninni, en við erum einnig auðvitað með það mál undir í mun stærra samhengi, því að við erum auðvitað að vinna umhverfis stefnu Fjarðabyggðar, og þar er auðvitað mengun stór þáttur í. Þannig að ég ger alveg ráð fyrir því, og það verður þannig gert að við munum taka viðbragðsáætlun Fjarðabyggðarhafna með í þá vinnu og taka mið af henni, þannig að hún verði hluti af þeim pakka. Það er nóg held ég búið að tala um viðbygginguna við Lyngholt og búið að svara því ágætlega. Þetta er auðvitað stórt og mikilvægt mál, og þess vegna er auðvitað pressan á, og hefði mátt kannski vera að byrja fyrr á því, og það er auðvitað ekki gott að þurfa að byrja verk á þessum árstíma, en það er þó betra heldur en að halda áfram að fresta. Ég er hins vegar mest hugsi yfir því hvernig við eigum að átt okkur á fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í nefndum, bæjarráði, bæjarstjórn. Það virðist vera svona fyrir okkur sem að stöndum aðeins utan við þann söfnuð, að þar sé einhverjir armar að takast á. Við áttum okkur út ekki alveg á hverju tilheyra hverju, en það er greinilega komin einhver óróleg deild í Sjálfstæðisflokkinu Fjarðabyggð sem að fær útrás svona með einhverju millibili, og það er kannski ekki alveg ljóst hvar útrásin verður. Viðskiptanum voruð í hafnarstjórn í gær, hún var í fræðslunefnd einhvern daginn, og svo hefur hún verið svona egna reglulegast í bæjarráði, og svo fengið einhver pínlítið sýnisvot hérna í bæjarstjórn, en það er afar sérkennilegt að virðist vera að við getum greinilega ekki treyst í að þó að sé fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á nefndarfundi, að hann sé endilega að tala í nafni flokksins, því að við getum átt vona á því að á næsta bæjarstjórnarfundi, eða þessna jafnvel á næsta fundi þá í nefndinni, að það kom einhver allt önnur stefna. Ég vek athygli á því að starfs- og fjárhagsáætlun ESU-nefndarinnar var samþykkt samhljóða í nefndinni af fulltrúum allra flokka. Þannig að það kemur mér auðvitað mjög á óvart þegar einn fulltrúi úr nefndinni kemur svo hér og gerir margs konar athugasemdir, og ekki nóg með það heldur gerir hann athugasemdir sem að ég man ekki betur en allir nefndamenn hefur tekið undir. Það er að segja, það vilja allir
að viðbyggingin við leikskólan á Eskifirði verði sem fyrst. En það er ákveðin rammi sem okkur eru setti sem við erum að fylla inn í. Og það lá alveg ljóst fyrir að með við þann ramma sem okkur var sett inn í 3 ára áætluninni, þá var ekki nægjanlegt fjármagn til þess að væri einhvað vit í því að byrja á að gera þessna kannski einhverju hólu í viðbyggingu við leikskólan á Eskifirði. Það var ekki nándanæri nægur kostnaður. Og það er líka illa til fundið að fara að telja upp að sem allt og lág til þess að fara að byrja á byggingu á viðbyggingu við leikskólan á Eskifirði sem er verið að sitja, er með áætlunina í lóð í Nesskóla. Hún er ekki sett í staðin eða tekin fram fyrir, það er víðsfjarri vegna þess að svo upphæði bara allt og lág til þess að fara að byrja. Þannig ef að við náum á þessu 3 ára tímabili eða fyrr en við gerðum ráð fyrir þar að byrja, þá verður það sjálfsögðu gert. Mér þykir það líka vera alveg með ólíkindum að menn skuli koma hér og tala um það að lóð Nesskóla sé tekin fram yfir eitthvað. Það har svona verið í að því væntanlega að ég sé einhvað að misnóta aðstöðum mína vegna þess að ég hef verið skólastjóri í Nesskóla hér áður, en sé núna formaður í nefndinni. Ég veit ekki alveg á hvaða vekkferð menn eru, ég átta mig ekki alveg á því, en málið er einfalt. Það er engin lóð við nokkura stofnun í Fjarðabyggð sem við beðið eins lengi. Hún er búin að vera á dagskrá allan þann tíma sem ég var skólastjóri þar, allan þann tíma. Þannig að það er ekkert nýtt hún sé á dagskrá. Hins vegar er nýtt kannski að þessi uppað og það er kannski þess að kemur með óvart að hún skuli vera áætluð svona dýr, og ég get alveg játað það, þó að ég hafi verið inn í þeirri umræðu lengi, þá kom það mér óvart að þetta er að vera kostnaðurinn. Þannig að vonandi er nú að hægt að minnka þann kostnað einhvað, en þessi skóli er honum það gamall að við erum illa stöddið, við getum ekki farið að koma lóð þar í lag sem því miður hefur aldrei verið boðleg, því miður. Og það er held ég komið tími til að við förum að reyna að finna leið til þess að gera hana boðlega. En til að taka af allan vafa, þá er það auðvitað, held ég, ljóst að það er einróma áhugi allra í ESU-nefndinum það að viðbygging við leikskólan á Eskifirði getur orðið svo stemma sem nokkur leið er. Það var hins vegar ákveðið af fyrri meiri hluta og það stóði svo sem allir að því að við hefðum ekki fjármagn til þess að gera þessar viðbyggingar báðar í einu, og það var að raða þeim og þá miðað við þetta þörfina. En og aftur, og við kannski ræðum það betur hér undir annarri fundargerð, þetta af því að ég er nú að verða alveg sérstakur áhuga maður innanbúðamáli Sjálfstæðisflokknum, og ég fer nú kannski bara svona kanna það alveg sérstaklega með svona heimildamönnum mínum sem að standa þar á hliðarlínunni eða einhverstaðar nálægt eða hafa verið þar innandyra til þess að upplýsa mig, því að ég verð bara að játa það, mér skortir þetta þekkingu til þess að geta skilið allt það rót sem er á fulltrúum Sjálfstæðisflokksins vítt og breyttum. Auðvitað er ein nærtæk skýring, en ég ætla ekki að fara nú að mönnum því Nasir. Mér finnst Rúnar gera það kröftulega hér áðan þegar hann talaði kolfallin fyrir meiri hluta, og við vitum alveg hvar það kolfjall, hvorum megin það var. Ég vona að það sé ekki skýringin á menn sé ekki búin að jafna sig á því, en auðvitað ef að það er, þá finnst mér að eðlilegt að við tökum tillit til þess og leyfum fólki að fá þann tíma sem þarf í að jafna sig. Það er bara eðlilegt, það er mannlegt að menn þurfa að jafna sig eftir áföll, taka mismunandi langan tíma, en ég velti því líka fyrir mér hvort það geti verið að verndarhendi Framsóknarflokksins yfir Sjálfstæðisflokknum fyrir meirihluta hafi verið miklu mun sterkari heldur en ég hefði gert mig grein fyrir. Takk fyrir Einar, vilja fleiri kvæðis ljóð sem þið fundið ekki Bæjarás. Svo verðist ekki vera þá, eins og ég skilur óskar þú eftir að vera borin sérstaklega upp liðurinn, útboðsliðurinn, sem var liður númer, sko í Bæjarás, því hann þetta situr í, hann bókaði, hann hefur ekki atkvæðið sett í Bæjarás. Heyrðu mig, þá er það liður, svo ég fann nú, 1.11, já, þá byrði ég forstöðumann stjórnir sem er að fundagerð að við tökum lið 11 í fundagerð 589 sérstaklega til afgreiðslu eftir, byrjum á fundagerðum að öðru leiti eins og óskinn hefur komið og þá ber ég fundagerðina undanskildun lið 11 til samþykkta þess að það er samþykkja við skeiðmerki, það eru samþykkta með 9 atkvæðum. Þá er borin upp liður 11 sem er viðbygging við leikskólan Lyngholt, þeir sem hann samþykkja við sem skeiðmerki, hann er samþykkta með 8 atkvæðum. Einhver á móti? Er hjásita? Er það móti? Já.
þá bókast það að Rúnar Már Gunnarsson á móti lið 11, greiðir atkvæði á móti lið 11. Þá erum við komin í næsta lið fundarins sem eru fundargerð eignarskipur og umhverfisnefndar 219 og 220. Orðið laustum þar vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber þar eftir samþykkt það í saðingefin sem merki. Það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst liðurinn fundargerð landbúnaðarnefndar númer 20. Orðið laustum hana vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber eftir samþykkt þar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 7. Orðið laustum hana vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber eftir samþykkt þar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð safnanefndar númer 4. Orðið laustum hana. Ég óskar að fá að kveða mér aðeins hljóðs undir fundargerð safnanefndar og aðeins að fá að ræða. Það sem hér undir er fundur nefndarinnar sem fór fram í Íslenska stríðsálfsafnu eins og ég áður komið fram og mér finnst ágætt að koma fram svona í hérna ljósi. Jú, ég fyrir ekki, ég hljópi yfir Hafnarstjórn. Þannig að ég ætla að fá bara að breyta þá byrðist afsökunar, þetta er mér að kenna, ég tek hann á eftir. Aðeins að koma inn á fundargerð safnanefndar og númer 4, við vorum á stríðsálfsafnu því að við höfum haldið fund okkar mest megnis á söfnunum núna og verið í svona ákveðni yfirferð. Við erum svona búin að fara í gegnum þau sem við eigum aðild að. Við eigum til að fara á Fáskrúðsfjörð og hérna ætlum að handa næsta fund okkar þar og síðan á Stöðvarfirði ætlum að heimsækja þar þá sem tengjast fornleifa uppgrettinum og fá innsýn í það og síðan á Breiðdal. Við höfum þetta lagt svolítið mikið metnaði það við kynnum okkur ástand þeirra mála sem eru. Við erum að átta okkur á bæði húsnæði, safnakost og annað það sem menn þetta hafa misjafna þekkingu á því og ég held að þetta sé búin að vera afskaplega góð vinna þörf því að við erum búin að fara við það áður. Þegar komum hér svona upp umræðan daginn um nauðsyn þessara nefndar þá held ég að hún sé síst minni en menn var ætlað til þegar menn tóku þessu umræði hér í bæjarráði í vor og voru að ganga frá samþykktum þessara nefndar sem var samþykkt hér alla leið upp í bæjarstjórn og erindisbréfamennar. Við eigum alveg gríðarlega mikið undir í safnamálum. Við erum það er þetta mjög merkilegt með samfélag sem er ekki stærra en við erum hvað við eigum mikið að söfnum og hvað við eigum mikið að tækifærum og verðmætum í þessum söfnum. Það er ekki bara að halda utan um sögu hvers byggðarlags eða sögu atvinnugreina. Þau eru líka hluta menningu, þau eru hluta aðdráttarafli fyrir ferðamenn og byrða bæjarfulltrúa aðeins að hafa hljóð og hluti aðdráttarafli fyrir ferðamenn. Þeir eru hluti af því sem viljum sína börnunum okkar notast í kennslu. Þannig að það er heilmikil ástæða og það hefur átt sér stað fín umræði menningarnefndum fyrir menningarnefndum. Síðustu menningarnefnd sem var með safnamáli einnig og þetta er hert en ekki. En enga síður er menningarmálaflokkun, hann er bara stór og víðfeimur og hann nær með víða og með því að fara þessa leið að taka þennan flokk og setja hann í sérnefnd undir menningarnefnd þá líka taldi eða var það upplifun mín að menn töldu hér inni að menn gæfi þá fulltrúum menningarnefndar jafnvel meira, þá hefðu þau ráðrúm til meiri og frekar umræðu menningu í og bara samfélags stöðu hennar í víðari skilningi og þarna kæmi þá mótaðar tillögur því að áætlunargerðinni að stefna okkar svo að eftir áramót að hefja gerð stefnumóturinn í safnamálum og sem þetta fer fyrir menningarnefnd þar til umræðu og inn í bæjarráð og svo bæjarstjórn og okkur gefst heilmikið tækjafæri en ég vona okkur gangi það vel. Það er svona markmið nefndan að við náum ákveðin leiðarsteini með því fyrir vorið og fyrir sumarið þannig að það sé að nota það til í fjárhagsáætlunarvinnunni og ég held að við séum að sammála það sem ég sem nefnd sitjum og höfum átt góðar samræður að það er bara ótrúlega mikið af málum sem við ótrúlega mikið af tækifærum hvað maður segja það eða ekki, kannski ekki tækifærum ekki rétt orðið heldur ótrúlega mikið að vinna í þessu málflokki. Síðan náttúrulega söguritinu sem heyrir undir okkur líka við erum svona að fara vonandi að ná þeim áfanga þar að styttist í lok á gerð byggðasögum Fáskrúðsfjarðar vonandi útgáfu svo þar
ef svona allt gengur eftir þetta sem sakfræðingur okkar segir, þá getum við horfað það kannski næstu 2 árum sem er mikill áfangi og þar er heilmikið verkefni, mikið búið að gera í mörgum hverfum en mikið eftir, þannig að ég held að það er engin verkefnaskort safnend, síðan bara meta með stöðuna þegar fram í sækir á þessu kjörtímabili eða við lok þess hvernig til hefur tekist og hvort að þessi málaflokkur eigi áfram heima í sér nefnd eða inn í annar nefnd, það er bara hlutur sem menn taka regla til umræðu. Ég held að hann eigi alveg heima í svona undirnefnd eins og þessari, en við sjáum til en vinnan hefur verið með ágætum. Þannig að fleiri ætla ekki að segja þetta fundi ekki safnendur, það eru fleiri hvað þessi ljós. Svo verðist það ekki verið í byrjunarsaðandar, hún er saðin með 9 atkvæðum. Þá var mér nú á að sko, nei, ég var alveg á réttum slóðum þáttur aðeins. Innbætist nú fundagerð Hafnarstöðvar, númer 207, síðan í gær, sem var tekinni með afbrigðum og kemur hér á eftir safnend áðurum fyrir mig liðin almenn mál. Er 206, já. Þetta er 206, já. Það er að vera saman til umröðu atkvæðarslu. Hvernig læt ég? Nei, ég tók þar ekki. Ég hljóp yfir þessa fundagerð áðan. Þannig ég vil biðja bæjarfulltrúa afsökunar, sem er alveg hárrétt hjá þeim, að þetta var liður 3, fundagerð Hafnarstöðvar númer 206. Ég hljóp yfir það, ég byrst verðvillingar, nú verður hún tekið, þannig ég byrð Póstum að færa hana til þannig að hún kom á eftir safnanemnd. Það er sem fundagerð 206 sem var hér fyrir á fundarboði og síðan fundagerð 207 sem er frá fundi Hafnarstöðvar í gær og við samþykktum hér að taka inn með afbrigðum í ljósi þess að í henni eru bókanir sem snúa að fjárhagsáætlun og er rétt að ljúki hér á fundi sem er við fjárhagsáætlun að gera. Og leið og ég opna mælendaskrá fundagerð Hafnarstöðvar 206 og 207 og skættir að fá tak til máls. Og það er fyrst hér er í fundagerð 206 og ég framhaldi því sem við ræddum hér áðan og ég var að hvetja Grannskipulagsumhverfisnefnd til að taka viðbragðsáætlun vegna mengunar inn að við á þessu fundi vorum við að samþykkja áætlun og vísa henni hér og hún hér á eftir til staðfestingar. Við vorum líka náðust nú ekki í gær en á næsta fundi Hafnarstöðvar þurfum við að fá inn sviðsstjóra framkvæmdasviðs til að ræða öryggismál við framkvæmdir því að það var ágætis umræða í tengslum við viðbragðsáætlun vegna mengunar að hún er einn liður í umhverfisáætlun og öryggisáætlun og það var afskaplega góð umræða og góða framsögur á Hafnarsambandsþingi núna í haust sem Hafnarstöð sótti einmitt þessa þætti bæði umhverfismál og hvernig svo vöktun er staðið henni meðal þessi Faxaflóahafnum og hins vegar öryggismál og ég held að þessi orðið alveg skýrt líka hér að við þurfum að fara að stíga svona ákveðin fleiri skref í öryggismálum en við höfum gert. Við höfum okkar starfsmenn fylgja öryggisáætlun okkar og annað slíkt en að gera þær kröfu líka til þeirra sem vinna á höfnunum, þeirra verktaka sem komin á hafninnar og eins og í þessu fyrsta skrefi verktakana sem er að fara að vinna við framkvæmdarhöfnum þeir fylgi öryggisáætlun okkar og að við gerum kröfur hlífðarbúnað og annað slíkt sem við teljum eðlilegt og við förum að innlega það hjá okkur bara líkt og gert þar út á lóðinni við Alcoa Fjarðal og er svo víða í öllum fyrirtækjum okkar. Ég held að það er nú svona kannski hreint þessu stað þegar Bechtel hóf uppbyggingu hér að þá sáum við þetta bara nýja menningu sem var innleidd flest allir fyrirtæki sem að því koma að vinna þarna sem verktakar þau innleiddu þessi vinnubröð og ég held að við þurfum að halda því áfram. Aðeins bara lið 6 afnóttasamningunum það er nú svona það voru að gera afnóttasamningin safnahús á Norðfirði það er í eigu Hafnarsjóðs og hefur verið náttúrulega frá upphafi áður var þessi samningu gerði við svo kallað safnaráð sem var ráð þessara 3 safna sem í safnahúsinu eru en við teljum bara eðlilegt að safnastofnun geri þennan samning safnastofnun Fjarðabyggðar heldur utan öll söfnun okkar safnaráð var svona innan hús vettvangur til þess að milli þess að safna því að misjandi eignarhald á þeim en við höfum svona verið að ræðin í safnendum að leggja þannig að breyta þeim vettvangi og að safnend taki yfir það hlutverk en allavega stíga þessa síðan aðeins að koma inn á lenging og stálþil við Eigarsund og Eskifirði eins og við þekkja þá var á framkvæmdaáætlun ársins nú að gera það fyrir að steypa kantbit og þekju
sem er orðið mjög nauðsynlegt því að Eigarsundur er í framkvæmdum. Þarna er að fara að setja upp þvottastöð vegna nóta þvottastöð. Síðan hefur verið það þessu árið, það sem hefur senkað þessu verið að það hefur verið sig í þessari framkvæmd, það hefur sig á undirlæginu. Á því var farg sem hefur verið að taka af núna í áföngum og við lítum taka mælingu og þannig að núna til að sjá hvort þetta sig, hvort því hafi lokið, það kom fram núna seinni part sumars þá kemur fram að þetta er ennþá sig sem er í þekjunni. Vonandi er þessu að ljúka og við stefnum að í útboði núna áramót á steypunu á þekjunni til þess að þetta fari að komast í gagnið. Síðan aðeins 207 í gær. Aðeins að koma inn á það sem þar var. Það er svona ýmis mál verið að ræða svona ýmis mál. Við höfum verið í samskiptum við heilmiklum við Siglingastofnun hafnarbóta, þessi framlög hafnarbótasjóði vegna þess að við þekkja frá umræðinni, sameiningarumræðinni flotbryggjurnar Breiðdalsvík þar sem þeir töldu sig að hafa ekki fengið að fullu það framlag sem þeir áttu, Breiðdalshreppur. Og það er semst komin ákveðin lok á það mál núna. Var kynnt svar frá Siglingastöðinni í gær. Það sem þeir koma að þessari flotbryggju sem Breiðdalshreppur keypti á sínum tíma til að þjónusta bátana í höfninni sinni. Ég held að það sé bara komið að þeim. Þetta er þá 70% af ákveðinu kostnaði og við verum bara, það ljúkið þessi máli, þetta vanir sá að þessir slíki styrkir séu afgreiddir fyrirfram áður en til framkvæmda kemur. Við náttúrulega Hafnarsjóður Fjarðabyggðar hefur ekki notið neinna ríkis fyrirgreiðslu sem heitið getur tekið nú fram, já kannski ósakið að segja engra, í sínum framkvæmdum frá árinu 2006 frá því að byggingum Mjóvararhafnar lauk. Aðra það framkvæmdir höfum við staðið undir á fullu sjálf fyrir utan grjótvarnir og annað sem hefur komið í svona minni háttar fæslum. Við höfum tekið þá umræðu við samgönguráðherra og núna og í gerð samgönguáætlunar. Okkur finnst það harla sérstakt að við gagnvart þeim höfnum sem minni höfnum okkar, sérstaklega bara svo höfnin svo Mjóafirði sem gegn náttúrulega bara sérstaklega öryggishlutverki, er ekki lengur fiskihöfn sem slík, hún er ferjuhöfn. Hún gegnir því hlutverki að vera lífað Mjófirðinga fyrir ferjusiglingarnar á veturnar. Þannig að við þurfum að taka þá umræðu áfram, því að mér finnst eðlilegt að það sé líka ríkisvaldi sem komi að því með okkur og við tökum það áfram. Síðan jafnframt áður en ég fer svo í þessa bókun sem ég ætla að gera hér umtalsefni mínu, aðeins að benda hér á svo bara að við tókum ákvörðun í gær eins og ég kynnti hér áðan í umræðum fjárhagsáætlunina að Hafnarsjóðum er ekki skorta verkefni næsta ára sem betur fer, getum við sagt, það væri gott að þau voru kannski aðeins minni sig fjárhagslega, en enga síður eru það bara, þau eru bara framhald af þeim miklu umsögum sem er í höfnum okkar. Við erum svo heppina, við erum annars stærsti hafnarsjóður landsins, við erum með stærstu fiskihöfn landsins út á Norðfirði og við erum með þessa miklu og glæslu uppbyggingu á Fáskrúði og Eskifirði og eitt af þeim verkefnum sem nú stendur fyrir er náttúrulega þetta stóra og glæslega fiskihöfn sem Eski hefur reist. Nú hefur Eski að horfa til þess að reisa frystigeymslu, tengslu við hana og þá þarf að koma til náttúrulega hvaða stefnu við erum að fara með hafnarhangarna okkar. Við erum og höfum tekið það miklar umræðan í hafnarstjórn. Það undirlag sem þarna gerir okkur erfitt fyrir. Það virðist vera langt á fast og það voru farið í að undirlagi fyrir hafnarstjórnar í rannsóknir á því, samhliða því sem voru teknar rannsóknir fyrir Eskju á jarðvegi. Það var að koma því núna og við teljum mjög brýnt núna að Siglingastofnun, Vegagerðina, Siglingasvið vann hönnun að höfn þarna, að fá núna fleiri aðila, fá mannvitt að þessu, fá þá strax núna að þessu. Það er mikil þekking á jarðvegs, ekki segja svo kallar grundun eða jarðvegsmálum og þeir eru vanir að vinna að slíkum verkefnum og svo held ég sé bara gott fyrir okkur að fá álit fleiri, mættum gera það örugglega oftar heldur en bara Siglingasvið og þær séu góðra gjaldaverð og vinni þar mikið og þarft verk sem þar eru og mikil sérhæfing og mikil þekking á Siglingasvið Vegagerðina, gömlu Siglingastofnun. En það er líka oft gott að fá fleiri sjónarmið. Við ætlum að gera það núna, vonandi vinst það sem hraðast, þannig að við getum séð hvernig við getum farið þessar framkvæmdir og vonandi tekið það upp og í sett framkvæmdalínu á það sem fyrst á nýja ári. En meðan við höfum það ekki höndum þá
var tekin svo ákvörðun að setja fé til hönnunar og rannsóknar núna ennum leið til þess að gera Eskjuþrega kleift að þeir geti sett upp sína tímalínu í sínum framkvæmdum, vinna sér hraðast. Þegar við erum konum þetta í hendunar, þá förum við að stíga þau skref hvernig við ætlum að fara í þetta. Þannig að líkt og verið hefur áður að því að Hafnarsjóður er að vinna á hverju ári ofta bregðast í þörf sem kemur upp skyndilega eins og út á Norðfirði núna þegar verður þetta ég getur sagt að það sé óhapp eða það verður þetta að það hef sig í þekjunni við kantinn, það sem landað er inn í fiskveiðiverið, svona stóra og mikla kanti sem streymir inn allt það magn, þá verðum við að grípa til. Við getum ekki að láta þann kant stoppa á nokkurn hátt á vertíð, við þurfum að grípa til. Inn í það flétta svo núna þegar við förum í að skoða hvernig það er gert og við áttum heilmiklar umræður og það voru góðar og gaglar umræður inn í Hafnarstjórn, hvernig skuli staða þessari viðgerð, hvort þetta gerir hana ódýrara heldur en það sé til, hægt að nota það stál sem fyrir er. Það er allt saman umræður sem eru góðar og gildar og voru teknar og var gott að fara í. Síðan samþætt inn í það við erum að horfa á að inn í framtíðina þarf að stækka hana kant, það þarf að lengja kanti sem móti, togara kanti svo kallar. Þannig við getum sett þessa framkant saman núna og ná þá því að til kostnaðar að hagræðinga fyrir okkur inn í framtíðina. Þannig að við ákvæmum að stíga það skref. Þannig að síðustu ár höfum við haft það regla og það er vitað nokkuð við hvað við höfum frá rekstri Hafnarsjóðs, cirka, hverju ári, til fjárfestinga og síðan hefur við heildarverkefnalisti undir og síðan höfum við raðuð fyrir hvert ár. En 3 áætlun byggir höfum við vitum við munum þurfa framkvæmda fyrir allt það sem við getum. Síðan er Hafnarsjóður með sjóð sem sveitasjóður fengið lánað. Hann verður til staðar þegar við þurfum að mynda að fara í stærri og meiri framkvæmdir. Þá eigum við þarna undir því að þetta verður það sem verkefni sem við takast á við. Þannig að núna setjum við mikinn kraft í það að fara í þessi hönnunarmál á Eskifirði þannig að það góða fyrirtæki Eska geti farið líka að setja upp sína tímalínur og get sagt að ég hef ekki fundið neitt á neinum öðrum í Hafnarstjórn heldur en það sé fullur viljum að ganga til þessa verkefna. Ásamt því við erum að fara í útboð á Trébryggju og Stöðvarfirði til að geta hafið þær breytingar hafnarmannvirkjum þar sem við erum farið í núna á komandi ári. Þess vegna kom mér afskaplega mikið óvart í gær að það hefur verið óskað eftir að fá starfs- og fjárhagsvaldar Hafnarstöðvar aftur inn á fund. Ég brást við því eðlilega vegna þess að nefndarmenn geta fengið mál á dagskrá, áður óskaði því, laðið hana fram til kynningar þar sem hún er afgreidd úr Hafnarstöðum. Hún var afgreidd áður en fyrri umræða fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar hófst, þá var hún afgreidd til bæjarráðs. Hún var afgreidd af öllum í Hafnarstjórn. Hún var afgreidd af bæjarráðin til fyrri umræðu og í þeim svona, ekki að segja þeim ágreiningi eða þeim skoðanaskipt sem áttum í fyrri umræðu, þá var ég ekki var við að fjárfestingaráætlun Hafnarsjóðs væri þar undir, heldur önnur mál. Sem flokkandi voru hér svona að eiga skoðanaskiptum og töldu að vera eðlilega að breyta forgangsröðun og slíkt. Síðan núna á milli þá er afgreitt hér á bæjarráði á þriðjudaginn var til síðar umræðu. Það skal koma mér óvart, ég held einfallega að það var einhver umræða sem ég vildi eiga frekar að fá í hendurnar í gær 2 síðna bókun frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins það að þessi fjárfestingaráætlun væri bara illa unnin. Hún var eiginlega bara ekkert unnin. Og það væri bara komin til að það sem hann hefði viljað sjá að annar og nýri fjárfestingaráætlun. Og ég ætla ekki til að leyna því. Ég er afskaplega ósátt við þessi vinnubrögð. Og kom því á framfæri í gær ásamt því að við bókum fulltrúa Fjarðabyggðar Íslands að við vísum algjörlega á bug, ég ætla ekki að lesa hérna, hún er nú löng í heild sinni en hún er hér. Vísum algjörlega á bug fullyrðingum sem kom fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks í Hafnarstjórn. Leið gerum alvarlegar athugasemdir þessi vinnubrögð Sjálfstæðisflokks í Hafnarstjórn nú. Búið að taka umræðu og vinnu með fjárhagsáætlun Hafnarstjórn og fundu nefndarna frá því ágúst með sama hætti og síðustu ár hefur verið gert. Þá hefur fjárhagsáætlun verið afgreidd til bæjarstjórnar og er að fara í síðar umræðu í bæjarstjórn á morgun 29. nóvember. Á fundum Hafnarstjórnar hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokks setið og því kemur þessi bókun verulega óvart. Virðist helst vera að það skipti mestu máli hvaða fulltrúi Sjálfstæðisflokks situr fundi hverju sinni enda hafa engar athugasemdir gerðar við vinnuna fram að þessu. Jafnframt er sorglega sjá starfsmenn sveitarfélagsins dregnin í pólitísku umræðu eins og framkemur í bókunni umræðu á fundinum.
Í fordæmis ofabyrgu vinnubrigðsáttmála og vísuðum staðum til föðurhúsuna. Það er alveg eðlilegt að stundum komast ekki fulltrúar á fundi. Þá koma varafulltrúar og þar með, en ég geri þá kröfu, alveg saman hvaða flokkir eru, að menn eigi þau samskipti þar á milli. Það kom fram athugasemd við fjárfestingaráætlun Hafnarsjóðs á fundum. Við þeim að brugðist. Ég gat ekki verið varfana. Ég var ekki varfið neina aðra bókanir, engar aðra atkvæðagreiðslur og þess vegna finnst mér það ekki boðlegt kvöldi fyrir síðar umræði fjárhagsáætlun hér að þá sé komin bara og það er bara komin ný áætlun og það sé í að því að það sé bara einhvern klastus vinnubröð. Ég get tekið þessari gagnrýni. Ég er búin lengi í pólitík og ég er svona hef ekki séð svona sjó lengi en ég hef séð það áður einhvern tímann en mér finnst það gagnvart öðrum nefndarmönnum þannig að sitja og hafa verið að vinna finnst mér það bara ekki sanngjarnt og mér finnst alveg lágmark að sé einhver skoðanaskipti það eða áherslumunur milli fulltrúa vara og aðalmanna hvort sem það er, það veit ég ekki og ætla ekki að setja mig inn í að þá sé það gert út og upp á milli þeirra og það endurspeglar það vinnunni hverju sinni en ekki þegar menn sé búin að vinna eitthvað afgreiða það frá sér að það sé að koma með það aftur og talið á því meinbúr af því að það var engin veruleg breyting á það átti sér engin breyting stað milli umræðna í bæjarstjórn á þessari fjárfestingaráætlun og það var engin önnur vinnubrögð upphöfð heldur en verið hafi gegnum tíðina og þetta gert á nákvæmlega sama hátt og ég bið mér að kíkja þá fyrir vinnuskjöl hvernig það er gert við vitum alveg að það mun vera mikið af framkvæmdum við erum að undirbúa hluta og til þess að ákvæða það fjármagn þá þurfum við að hafa betur meira og betur í höndunum það verður gert en ég var ekki mjög ánægður með þetta en eðlilega hafa menn á þessu rétt menn bókað það og það er þá komið hér fram en ég vona sannlega að það verði ekki framhald á vinnubröðum þessum og nú standi menn komin að því að fara að vinna saman að öllu þeim verkefnum sem framöndan eru hér í Fjarðabyggð. Fleira var ekki sem það segja með þess að fundi gerir orðið lausn fundi gerir Hafnarstöðnar. Týrum Pála. Sjá þetta gerir svo vel. Forseti. Ég ætla að fara í fundagerð 207 Hafnarstjórnar þar sem að bókun Sjálfstæðisflokksins var lögð fram og ætla ég að fara í þá gagnrýni og bókun á móti frá hérna Framsókn og Fjarðalista. Það er sagt á fundum Hafnarstjórnar hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins setið og því kemur þessi bókun verulega óvart. Virðist helst vera að það skipti mestu máli hvaða fulltrúi Sjálfstæðisflokksins situr fundi hverju sinni en það var engar athugasemdir gerðar við vinnuna fram að þessu. Þetta er ekki rétt með farið eftir minni bestu vitund þar sem athugasemd vegna fundagagna var gagnrýnd á fundi númer 205 þar sem varamaður í stjórn satt fundin en því hefur ekki verið svarað og hefur hann verið að leita eftir því sá varamaður af hverju skráning hans inn í kerfi fundarins er ekki lengur þar. Það verðist vera sem það sé týnt. Síðan kemur áfram hérna í ykkar bókun. Jafnframt er sorglegt að sjá starfsmenn sveitafélagsins dregna inn í pólitíska umræðu eins og þessa og framkemur í bókunni og umræðu á fundinum. Stjórnarmenn innan Sjálfstæðisflokksins með þessari bókun sinni hafa ekki gagnrýnt né dregið starfsmenn sveitafélagsins inn í pólitíska umræðu. Bókun fulltrúana felst í því að gagnrýna ósamræmi í fundagögnum og eru það fyrst og fremst formenn nefnda sem bera ábyrgð á þau séu rétt sett fram, ekki embættismenn. Ok,
Þakka fyrir dýrun, ég ætla að fá að bregðast við þessu. Nú skil ég ekki alveg, er það rétt skilið að varamaður sjálfstæðismann telja bókun sem hann hafi lagt fram hafi týnst í fundargerð 205? Ekki bókun, Nei. hérna athugasemdir sem hann skráði inn í kerfið. Hann skráði inn í kerfið? Við skráðum ekki athugasemdir inn í kerfin. Þegar við brugðust Það kom fram í máli hafnarstjóra, svo ætla ég ekki að taka meira, vegna hann ekki hér til svara í dag, og það sannlega rétt, það kom fram athugasemd ósamræmi milli skjala. Hafnarstjóri greindi því hann brást við því á þeim fundi. Ef menn telja, og það sem ég segi hérna, athugasemdir sem eru afgreiddar, ef þú telur athugasemd ekki afgreidd á fundi og ekki er brugðist við henni, eins og ég tel að vera brugðist við svo sannlega, þá bókar það þannig að það sé opinbert. Það var ekki gert. Það var brugðist þessu athugasemd. Og ég sem formaður er fullkomlega meðvitaður skyldur mínar. Ég hef verið formaður nefnda í þessu sveitarfélagi það lengi að ég veit að ég ber ábyrgð á því. En eins og kemur fram í 3. lið þessarar bókunar, hvar var það? Þetta var svo langt. Samkvæmt þeim gögnum sem lögðu yfir hafnarstjórn, það var ósamræmi milli starfsáttan og fjárfestingaráætlunar árið 2019. Gerðar athugasemdir það en með athugasemdum hefur ekki verið brugðist. Það varð mistök og starfsmaður kom inn á það í útsendingu á gögnum í tölvupústi. Gögnin eru inn á drífunum. Þau eru í fundagerðarkerfinu, þau eru undir fjárhagsáætlun. Hann sá það eftir að hann gert mistök og baðast afsökunar á því. Þar telur hann sem fyrir að drægin inn í pólitíska umræðu. Það hefði verið nær að beina því gagnvart mér sem ég sem formanni, ég bara var ekki að senda hennan póst. Og ég hef ítrekað bent nefndamönnum hér á og bæjarfulltrúum, gögnin eru nú drífunum, þar eru þau nýjustu hverju sinni. Þau sem eru til umfjöllunar. Þessi gögn eru búin að vera hér frá því fyrri umræðu. Þessar áætlanir. Þannig að hann upplifir, hann sé komin í pólitísinu og ég skil alveg að það fara starfsmenn, ekkert bara hann heldur aðra. Starfsmenn eigi ekkert lenda þangað. Og það var svo umræða sem átt sér stað á fundinum í gær og þess vegna er í bókun okkar í samræmi umræðunar á fundinum. Ég vona svo sannlega að það gerist ekki. Ég vona svo sannlega að menn upplifið það ekki að þeir fá ekki svör sinna athugasemda ef þá að gera einhvern annan hátt en þeir gert til þessari vinnu núna. Það er þannig að ef þú telur á því brotið, þá skal þið bóka það. Ef þú telur að þú ætlar ekki að styðja í lið, þá skal þið sitja hjá eða láta hann greiða atkvæðum það. En annars er þetta sameiginleg ákvörðun nefnda og ætla að fara á bak við eitthvað að menn sé í meirihluta og minnihluta þannig inni. Það er ekki. Þegar nefndir afgreiða eitthvað samhljóða þá er það afgreitt frá hendi nefndarinnar. Og það er stórmál sem menn eru að gera. Það voru engar athugasemdir aðra en, það voru heilmargar athugasemdir gerða munnlega og fundið við ýmis verkefni. Þeim var brugðist við. Og það er það sem ég er á gagnrýni hér, að það verið skipt þá máli hvaða fulltrúi sjálfstæðismanna sitja hverju sinni. Ég finnst það hart að fá bókun sem þessa deginum fyrir síðar umræði bæjarstjórn og með tillögu í sem ég finnst ennþá sérkennilegra deginum við síðar umræði. En ég vona ég að svara þessu. Orðið er lust, myndi ekki hamstæða. Eydís Ásbjörnsdóttir gjör svo. Forseti, ég ætla aðeins að koma inn í þessu umræðu. Ég hef setið í hafnarstjórn síðan 2014 og við höfum bara haft, og skulum bara hafa það í huga, það hafa verið sömu vinnubrögð við gerð fjárhags- og starfsáætlunar núna sem á síðustu 4 ár þegar sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera með formennsku í hafnarstjórn. Og kannski ennþá áhugaverðara eftir allt saman af hverju óskupunum var ekki flokkurinn búin að leggja til þessar tillögur þau 8 ár sem það verið meirihluta. Takk fyrir það, fleiri kveðs ljós. Rúnar Már Gunnarsson gerur svo.
Forseti, ég í Hafnarstjórn og það ýmislegt búið að ræða í Hafnarstjórn þessi verkefni sem að hefur verið ákveðið að fara í og ekki allir verið sammála. Og við Heimir höfum rætt þetta heilmikið. Fyrst og fremst höfum við rætt kostnaðinn við viðgerðina á Norðfirði. Hún auðvitað mjög há. Ég vann mjög mikla vinnu með verkfræðingum í þessu máli til þess að hvernig við gætum gert þetta, hvað var þetta að gera þetta ódýrara, berja niður þilið, steypa ofan á það og alls konar, og þetta var miklu ódýrari lausn. Síðan fara þau á fund með Gunnþóri og þá tekin svo ákvörðun að stækka bryggjuna í leiðinni. Og þar á leiðandi sagði ég bara, ok, ég bara búin að tapa þessu máli. Það er bara að stækka bryggjuna, setja nýtt til og það þurfti ekki að ræða það frekar. Fannst mér. Það er bara búið ákveð að gera þetta og stækka bryggjuna í leiðinni við leið og það var gert við. Heimir var líka þarna með okkur í þessu. Var alveg sammála því að það var ekkert í annað að gera. Hitt sem við settum mikið út á, það var það að trébryggjan á Stöðvarfirði ætti að kosta 80 milljónir. Og við sagðum bara að það getur bara ekki verið. Hún er að kosta það. Við þurfum að skoða það eitthvað frekar. En það var engin ágreiningur það að setja upp bryggjuna á Stöðvarfirði. Hún átti að vera þarna þar sem hún var búið ákveð að vera. Og við vorum alls saman það. Það var bara verið að deila það hvað hún átti að kosta. Þess vegna ég bara minnist þess ekki að hann hafi eitthvað verið að gagnrýna eitthvað annað sérstaklega í Hafnarstjórn. Þess vegna kom þessi bókun mér líka bara óvart þó ég hafi sittið hjá í þessu máli. Þakka fyrir núna, vilja fleiri hvað þess ljós umræðum fundi ekki Hafnarstjórnar. Svo verðist ekki vera, þá ber ég þær upp til samþyktar báðar, þeir sem þessi hefði skeiða merki. Það sagði þetta með nýjadga. Góðir, þá erum komin liðin almenn mál. Ég finnst það afsökun að hafa farið, ég verð sérst að fara viðurkenna sjálf mér, ég verð að hafa gleru því ég les fundagerðina. Þess að ég fari ekki svona fram og tilbaki í dagskránni. Þá er næst komin það gjaldskrá fasteignagjalda. Það er lögð fram tillaga að álagningu fasteignagjalda á árinu 2019 ásamt viðmiðun afslátt fasteignagjalda fyrir 11 öruggleiguliða samhliða minnisblaði fjármálastjóra sem það er kynnt ykkur við álagningu. Það sækja það hér tölvutakt. Þetta með, já, þakka þér fyrir. Sko, líkt og verið ár hvert þá er borin fram tillaga gjaldskrá fasteignagjalda og samhliða eru teknar reglur sem hafa verið endurskoðaðar hverju ári út frá breytingu á tekjuviðmiðum. Nú liggur fyrir tillaga að gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2019. Álagningarhlutfall lóðarleigu og fasteignaskattur óbreytt frá árinu 2018 í Fjarðabyggð. Fasteignaskattur í Breiðdal lækkar á fyrra ári úr 0,625 í 0,5. Lóðarleiga lækkar einnig og íbúðarhúsnæðin hækkar á atvinnuhúsnæði í Breiðdal. Vatnsgjald er hækkað á fyrra ári en Hollandsgjald lækkar frá fyrra ári. Þannig að í heildina breytist ekki álagning þessara gjald í krónutala og einstaka fasteignir. Heldur einungis tilflutningar ræða milli þessara gjalda þar sem fyrirliggur fjárfestingaþörf í vatnsveitum. Gjaldar og dreifing þeirra óbreytt á fyrri árum. Breytingar á reglum afslætta fasteignaskatti 11 öruggleiguliða er ekki stórvægilegar en er þessar helstar. Fyrstu greinin breytti skýringar á hvaða örorka teljist til þess að fullnægja afsláttarreglunum. Viðmið svo til að fá 100% afslátt tekur við að mánaðartekjum að upphæð krónum 400.000 og hækkar því 40,5% á fyrra ári eða úr 285 krónum á mánuði. Hlutfall annarra tekjuliða hækkaði sömu hlutfall á grunnviðinu, það er að segja 4,8 milljónir krónur á fyrra ári. Hámarksafsláttur hækkar nú úr krónum 62.517 í krónum 71.395 eða 14,2% sem er sama hlutfallshækkun og meðal fasteignaskatta álagningin hækkar Önnur grein er breytt til að skýra betur hvað réttur mynda grunna afslætti, þar með talið að rétturinn haldist þó eigandi fasteigna dvelji á stofnun, svo fremi viðkomandi húsnæði sé ekki útleigð eða notað undir fasteignastarfsemi. Þá er í 3. grein tekin skilgreiningum ekki með að búa heimilinu fullvinnandi einstaklingur til að afsláttur fáist. Jafnframt nægir annað hjóna eða sambýlingur uppfylli skilin svo fremi sem heildartekjur sé innan viðmiðna marka. Og 4. greinin er felld niður þar sem er búið að taka skýringun örorku inn í grein 1. Þetta eru þær breytingar sem
sem eru gerðar á afsláttarkerfinu. Þannig að tillagan eins og áður sagði að fasteignaskattur A verði 0,5% á húsmati og lóðarhlutamati, fasteignaskattur B verði 1,32% á húsmati og lóðarhlutamati, fasteignaskattur C verði 1,65% á húsmati og lóðarhlutamati, lóðarlega íbúðarhúsnæði verði 0,70% á lóðarhlutamati, lóðarlega atvinnuhúsnæðis verði 3% af lóðarhlutamati, vaskgjald verði 0,294% af húsmati, hálfvarsgjald verði 0,306 á húsmati, sorphreinsunargjald verði 29.664 á heimili og sorpeyðingjald 14.079 á heimili. Fjöldi gjalda er 8 mánaðarlega 1. febrúar. Eindagi fasteignagjaldi síðasti virkidagur gjaldamánaðar. Áður var búið að fara hér yfir breytingan á reglunum, þannig að einstaklingar niðurfelling fasteignaskatts skal vera tekjutengd og með árstekjur 2018 samanber álagningu skattstjóra 2019 og sem hér segir að einstaklingar brúttótekjur alltaf 4,8 milljónir, 100% afsláttur, brúttótekjur yfir 6.377.890 engin afsláttur. Hjón og samskatta sambýlisfólk, brúttótekjur alltaf 7.290.589, 100% afsláttur að fullar afsláttur og brúttótekjur yfir 8.713.281 króna, engin afsláttur að 0%. Afsláttur af fasteignaskattin tekjutengdur og alltaf 71.395. Þannig að þetta er svo tillaga sem hér er lögð fram eins og hefðir fyrir við síðar umræðu, orðið laust gjaldskrá fasteignagjalda. Engin kveðis hljóðs ég ber upp tillöguna þá hér ásamt reglunum þeir sem hana stiða vinsa skeiðmerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum, einhverju móti, þessum fulltrúar sjálfsagt sitja hjá. Þá er það næst útsvarsprósentan. Hér er lagt til að álagningarhlutfall útsvars verði hámarksútsvar líkt og verið, það er að segja 14,52% útsvarsstofni í Fjarðabyggð. Til að þessi samræmi með 24. grein laga tekjustofn sveitarfélag nr. 4 frá 1995 og hefur verið óbreytt nokkuð lengi. Orðið laustum til útsvar, engin kveðis hljóðs. Ég ber henni til samþykkt þess sem hann saðan gefið skeiðmerki. Hún er saðan með 9 atkvæðum. Þá erum hér komin næst í lið sem kallast deiliskipula urðabotna. Það er eins og komið fram að eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipula urðabotna ásamt umhverfisskýrslu og þetta er tengslu og ofanflóðavarnir í Neskaupstað. Þá hefur verið deiliskipulag urðabotna í auglýsingu, skipulagsuppdráttur, greinargerð og umhverfisskýrsla dagsett 7. nóvember 2018. Mál sem verði í samræmi við 42. grein skipulagslaga og endanlega afgreiðslu er vísað hér inn í bæjarstjórn. Vill einhver þessi ljós? Svo er ekki berið til saðendar. Þetta er saðend með 9 atkvæðum. Þá erum konið viðbragðsáætlun Fjarðabyggðar hafna vegna mengunar 2018. Eins og hefur komið fram hér áðan, þá var á fundi hafnastjórnar 12. nóvember samþykkt viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa. Bæjar á samþykkti svo viðbragðsáætlunina og vísaði til samþykktar. Hér hefur komið fram ágætis ábendingum að eignaskipulags- og umhverfisnefnd þurfi að taka hana líka til skoðunar. Þannig ég tel að það breyti ekki því að við getum klárað hann hér, nefndin taki hana til umfjöllunar og skoðunar og komið það með athugasemdir sem við þá bregðumst við ef einhverjar eru teldar. En orðið er laust viðbragðsáætlunina. Engin kveðis hljóðs í byrjun til saðendar, hún er saðend með 9 atkvæðum. Þá erum hér komin í tillögu að breytingu á reglum um ferðakostnað starfsmanna Fjarðabyggðar. Hér er lagð fram endurnýjun, þetta er svona loka hnykkur endurnýjun regluna hjá okkur. Ég held við séum loksins komin í gegnum allan þann hjalla eftir sameiningu. En þetta er smávægileg breyting á 11. grein sem regluna sem er svo sem staðist eina breytingin í þessu. Orðalega alla jöfnu sett inn. Orðið er laust þessa breytingu. Engin kveðis hljóðs í byrjun til saðendar. Hún er saðend með 9 atkvæðum. Jæja, góðir bæjarfulltrúar, hér er þá tæmd dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og ég þakka bæjarfulltrúum fyrir umræðunar og leiðu í slít fundi minni á næsti fundu bæjarstjórnar 13. desember. Þetta er aðeins öðruvísi en venjulega, það sem nóvember var langur í vikudögum talið og hér 3. fundur nóvembermánaðar, þannig að gert er ráð fyrir öllu óbreyttu að þeim fundurinn 13. desember verið síðasti fundur bæjarstjórnar á þessu ári. En þá þakka ég bæjarfulltrúum fundarsettur og segi fundi slít.